Já, velkomin að Rauðaborðinu á miðvikudegi mitt haust. Það margt í boði hér í kvöld og hingað komin fólk sem að tekur við til í kvöld, Sigurður Magnús Egilsson og Oddný Ævarsdóttir. Herðu, en við erum svona eiginlega hefð fyrir því að við rekjum þáttinn aftan frá. Já. En aftast í þættinum að þá sendum við út viðtal sem ég tók við Einar Sigurð Jónsson. Sem er búin að vera að glíma við geðveiki í rúm 30 ár. Þetta er óskaviðtal. Ég nú sagt að stundum að þegar ég er með þessum helgispjall þá segja ég svona óskalag. Þá kannski ef ykkur skorar á mig að tala við þig og þá segi ég bara geri ég það. Ég veit ekki, það er ekki eins og ég segi. Það kom ósk þetta, en ekki að... Já, það er sem ég sérstættu það, því að hann býr eitthvað stað nálægt mér. Hann bjó nú lengi vel í hvað heitir aftur, stóra timburhúsið á Hverfisgötu? Bjarnaborg? Hann bjó í Bjarnaborg. Núna býr hann held ég eitthvað stað í Bríendatúni eitthvað stað. Þannig ég hitt hann eiginlega í hvert einasta skipti sem ég labba heim. Ég veist einu sinni greinum Bjarnaborg í heimi best. Já, og það voru sterk viðbrögð þannig hvernig þið bygguðu þarna fyrst og 3 fjölskyldum eitt eldhús og svona. Þetta var þið sem var að horfa okkur núna að verða sér út heim með best og lesum Bjarnaborg. Það voru góð skrif. Ok, en þetta ég hitti Einar reglulega og við spjöllum saman eins og menn gera. En hann hefur alltaf stungið upp á því að ég tekja viðtal við hann. Þannig ég saman bara komdu bara við og hann kom hérna við í dag og ég tók við til hann og spjalla við hann. Bara það sem hann vil spjalla. Ég held að hann vildi tala mannréttindi geðveikra og líka svona hann til þess að hafa náð sér og samtökutunum. Þetta er spennandi. Þetta var svona fyrir svefnin. Já. Og þetta er eiginlega bara tilbúið til allra. Ef fólk vil koma í viðtal hérna þá getur við alveg tekið viðtal við það eins og hvort sem er. Látið bara vita sér. Það er ekki alltaf valið. Já, það er ekki alveg kannski hægt að samt að ganga alltaf að stúdíótímanum vísum. Kannski einu beintin á götunni, ég segi svona bara. Já. Þetta ringir kannski fyrst. Sér meina verið svona bara... Það verið biðröð. Tómanda í fyrramálið. Hann har startað okkur einu sinni að því að við erum alltaf satt af peningum og sömuleyti samstöðin byggð upp þannig að við bara búum til efni. Svo látum við bara hattinn ganga. Og einhver getur sagt þetta að veri business model svona af amerískum trúboðstöðum, bara búa til efni og svo óska eftir því að fá stuðning til að halda því áfram. Og okkur datt eins og í huga að vera með svona söfnun, að vera með svona marathon viðtal. Og það var ein hugmyndi væri svo að ég sæti hérna því að nú oftast sitið hérna. Og svo geti bara fólk komið í röðum og ég tækja svona fjöltefli, að ég myndi bara taka viðtöl og aðtöku geti tekið viðtöl í svona 1 sólarhring eða svo. Kannski gerum við þetta, marathon söfnun. En þetta var nú, þessi hugmynd kom bara upp. Það var ekkert sérstaklega tekið undir hann. Þú sleppur ekkert frá þessu. Þetta er kannski óþarlega stutt frá raunveruleikanum, af því að þú situr svo mikið og tekur viðtöl, en þetta myndi kannski vera aðeins... Það minna núna eftir að þetta er svona spennandi veðmál, annarkvort bara myndi samstöðin fá fullt af styrk eða þú myndi lenda á geðdeild. En svo verður náttúrulega væri gjörningurum væri sá að það er eiginlega merkilegt sem gerist, eitthvað merkilegt gerist í hver skipti sem að einn talar við annan. Það væri hugmyndin. Herðu, en það er áður en að kemur að við spilum viðtalið við hann Einar Sigurð, að þá ætlar þú að tala við búddista? Já, ég hlakka til að fá hjón sem eru búddistar og sen búddistar. Það eru búddistar sem skipta sér upp í, það eru mismunandi búddistar og þau ætla bara að koma, það var skorað á mig að tala við búddista því það eru svo margir sem eru að pæla í einhverju svona sjálfshjálpar, hvað við getum gert til þess að snúa ákveðinni svona öfugþróun í ofbeldi og einelti og vanlíðan og kvíða og alls konar svoleiðis. Þannig að Hvað myndi Búdda gera? Hvað myndi Búdda gera og bara hvað gera búddistar í þessu máli, hvað leggja búddistar til og sérstaklega hvað leggja þau til sem búddistar, já. En ég hlakka til að heyra það.
Sigurjón, þú ert ætlar að tala við fólk hvað lífið svona í síðustu metrum starfsæfinnar og það sem tekur eftir það. Já, jafnvel hennar biðsals frá þetta að vinna á vandul deyrð. Nei, þetta ég ætlum að fara svona yfir til dæmis lífeyrismálin og fleira þess. Það hérna sæðin sem ég var að spila einu svona golf við eldri mann og allt í góð, svo segir hann allt við mig aldrei datt mér í hug að ég fátækt gamalmenni búin að vinna alla sína tíð svo bara fátæku maður Þú veist við áhyggjulausu ævikvöldi Já, einmitt þannig en þau koma til mín hérna Guðmundur Þórnar Ragnarsson sem var lengi formaður Vélstjóra málumtæknimanna og satt í stjórn lífeyrissjóðs allan í 10 ár og sjálfur að halda svona einhver námskeið þetta einmitt og svo Steingerður Steinastóttir sem að blaðamaður ritstjóri, lifðu núna.is var lengi ritstjóri á vikunni og lifðu núna.is svona fyrir fólk sem komið svona 60 plus eitthvað sleið og hérna Oft mjög góð viðtöl þar ég hef lesið gott efni hún læti vel að sér þetta bara verið skanga Það svo þau sé að skrá eiginlega svona fólk á þessum tíma Það svona viðtöl við það hvernig það að vera eftirlauna maður eða eftirlauna kona. Mjög áverð. Ég var nú að tala við 2 eftirlauna þegar í gær og mér skammaðist mér svolítið fyrir það að hafa sagt við vorum að tala að sem sagt þeir hafa stofnað eitthvað sem heitir Aldin þar sem fólk að tala umhverfismál og vistfræði og svoleiðis og ég sagði í staðinn fyrir að vera gamalmenni og fara bara í golf og berjamó þá gott að láta eitthvað til sín taka ég vil nú svona afsaka það Eru golfararnir búin að ringja og skamma Nei, sérstaklega það sem ég skrýta ég skildi tala berjamó ég held að það sé nú bara alveg sérlega leiðilegast aðtöp sem ég hef tekið á því Nei, mér finnst svo notalegt og þú ferð í golf eða ekki? Jú. Þið getið kýtað eins það hvort leiðilega í berjamó eða í golf Ég ætla að segja einu sinni voru að mæta í golf svona til dæla snemma mótni og þegar vorum að ganga með bílinn og þá voru litli krakkar alveg í 5 ára að mæta til golfkennara og svo voru líka svona 80-90 ára gamalt fólk að fara að spila nákvæmlega sömu íþrótt eftir sömu reglum Þetta finnst mér flott En það ekki svona ling í kringum golfvellina þar sem maður getur fengið sér ber Þeir hafa golfvellina hafa nefnilega tekið yfir móana Svolítið Þannig að þetta getur verið átakapunktur hérna ég heyri það En ég meinti nú svona í staðin fyrir að vera bara í berjamó eða golfi Það væri hægt að hugsa kannski skipta fólki býr tvennt hvað það gerir helst en að vera þá líka að reyna svona að miðla af sinni uppsöfnuðu reynslu og þekkingu Það jákvætt Þetta allt jákvætt, öll útivera og hreyfinga jákvætt Það var maður sem að ég vann með sem var kominn á þennan aldur svona var að líða undir lok starfsferilsins og hann var eitthvað hneykslast á jafnöldurum sínum sem að tryðu því að maður þyrfti að vinna og þræla sér út alla sína ævi og síðan myndi það svo ævi líða hjá og svo myndi maður rísa upp á grænum golfvöllum til nýs lífs það eru oft þeir sem ekki í golfi eru með svona hugmyndir golfið sem svona það fín útiver og saklaus leikur, þetta bara fínt En fyrir hvað stendur aftur orðið golf? Ég hugmyndi það Gentlemen's only, ladies forbidden, held ég. Jú. Nei, það er ekkert grín. Þetta gamall, ég fer einmitt að tala elítur, þetta svona gamall elítu kallaklúbbur. Konum var ekki hleypt að, bara í margar átti, ekki. Þetta er furðulega árátt að vera með prik og reykja kúlu ofan í hólu. Svo bara púktvöllur fyrir konurna sem komið með mönnunum sínum. Þá kannski þær fara að leika sér svona mínigólfið eitthvað með þeir voru að spila. Þannig var mínigólfið til. Þetta er það ég. Herðu, Oddný, þú ætlar að tala elítur sem nú eldfimt mál. Já, mér finnst þetta bara vera svona maður heyrt þetta orð aðeins af og til svona í umræðunni en ég hugsa að það verður bara gott að ræða aðeins markvisst elítur að því að svona valda elítur sem sagt, ég held að það að greina þær og vera meðvituð elítur geti hjálpa okkur svolítið að greina valdið og hvers vegna til dæmis eins og stjórnvöld eru svona í hrikalega litlum tengslum við almenning og vilja almennings og þannig að ég fekk Hauk Arþórsson
stjórnsýslufræðing sem með mér í Reykjavíkur akademíinu og við höfum rætt einmitt svolítið elítur þar og hann fekk hann til að koma og svona setja sviði fyrir umræðuna og svo hef ég hyggju að ræða þetta meira fyrir jól. En eru elítur vandamál? Ég sko ekki endilega vandamál en það svona ákveðið vandamál þegar elítur fara út í samtryggingu og eins og það gera alltaf. Já, en ég eiginlega bara svona mér er gaman einhvern veginn stundum að líta á hlutina út frá einhverju nýri hugmynd svona eins og út frá elítunum ég er ekki eiginlega alveg búin að ná þessu sko en ég get ekki svarað þér. Þátturinn í kvöld eins og golfvöllurinn sem að Sigurjón var að lýsa því að hérna verður líka ég held að ræða við börn að koma hinga Tinna Sigfúsdóttir sem að ég heldur sé að byrja í mentó og svo Guðmundur Brynjar Bergsson sem er ennþá í grunnskóla. Þau tóku þátt í krakkaþingi hérna Fílusól í Borgarleikhúsinu. Og það voru 70 krakkar sem komu saman og snerist svolítið svona leikhús og það var í dag þegar þau afhentu kröfugerð sína þessi 2 fyrir hönd þessar 70 krakka og völdu að réttita honum barnamálaráðurunum Ásmundur Einari Daðasyni en þetta er náttúrulega bara krafa út í samfélagið betra, alltaf myndi ekki heita betra aðgengi að menntun leikmöntun og þau eru hafa lært á eigin lífi að þáttaka í leiklist styrkir þig persónulega vinna í hópi, styrkir þig persónulega þau eru meira sá því að styrkir þau persónulega að fá svolítið nei að þú veist vilja að fá okkur hlutverk og geta ekki fengið það og það var margt gott sem að koma út úr þessu spjalli og hún kom með þeim hún Þórunn Arna Kristjánsdóttir sem að setja upp Fífusól í leikhúsinu og þannig við erum að tala svona barnapáir hér á eftir. Ég er með punkapróf í leiklist. Er þú með? Já, bæði skýrstjórn og leiklist. Ég var einn vetur á leiklistunámskeið. Ég veit ekki hvernig við getum nýtt það einhvern veginn hér. Nei. Við getum kannski farið að leiklesa eitthvað. Leiklesa. Ég hitti hérna í morgun einna betri leikurinn þjóðarinnar og spurði hvort hann væri ekki að leika og svo nei, svona eins að lesin á teiknimyndir að Steinn Ármann. Mjög góð leikari. Það er náttúrulega mikilvægt að sé lesið vel. Já. Það er bara algjört líkilatriði að sé góðu leiklestur á íslensku. Já, ég er ekki að segja það, megi það ekki, en hann svona... Já, maður saknar að sjá hann ekki víðar. Já. Hann var frábær þarna í litlu hlutverki í Rossi Oss. Já. Stórkostlur. En maður lítið síðan undanverið. Herðu, það var talandi leikara að þá var hann seðlabankastjóri, hann var að lækka vextina 0,25%. Já, tók eins lítið skrif á hann gat. Miklu lægra verðbólgan hefur, ég held að það sé raunverulega hækkun sko. Af því að síðast er ákveðið að hafa þetta óbreytt, þá var verðbólgan miklu meiri, þannig að þetta er raunverulega sko meiri raunvextir heldur voru síðast. Já. En með þetta... Já, fyrir mánuð og öðru mánuð, þetta er í langa tíma sko. Þannig að þetta er eiginlega, nú eru skuldarar að láta enn meira fé upp til þeirra sem eiga, heldur en var áður. En þetta er kynnt sem eitthvað svona mikið farsældarskref. En ef maður náttúrulega hluta verkefnisleifingunni benti bara á að það væri bara allt og lítið og allt og seint og það væri bara hlægilegt. En var þetta gert með leikriti, var þetta í beinni útsendingu svona? Já, alltaf í einhverju sem eins og í þjóðmenningarhús, eins og í Landsbókasafnið. Nú Safnahúsið, það veit ekki hvað það hús heitir lengur. Jú, Þjóðmenningarhúsið, eða ekki? Já, Safnahúsið. Hætta við það. Það er þessi bara Guðmundur Jónasson sem að notar það áfram. Ég held að þessi kallað Safnahúsið núna. En þetta hét alltaf Landsbókasafnið þegar ég var ungur. En þú veist akkur þeir eru þarna? Akkur hann kynir þetta í þessu húsi? Já, því að vera að gera það við hjá honum. Já, að vera að byggja við og breyta seðlabákonum fyrir bönsómóni. Já, sem að sko, fyrst var tilkynnt að þetta stekka mötunindið, að því að fjármáleftirlitið var að koma. En ég held þess að framkvæmdir, að því ég bjóða það nátt, ég held þess að framkvæmdir sem að vera allavega í 3 ár. Þetta er einhverju miljardar. Miljardar í að stekka eldhúsið. Þannig að komist fyrir djúpstengi. Nei, fyrst þeir byrjuðu á því þá bara haldaði bráðum að stekka. En það er þeir náttúrulega pretta peninga, þannig að þeir Seðlabanki getur ekki orðið gjaldþrota. Já, það munaði nú litlu maður í rauninu.
Nei, það bara að brenta á nýja peninga. Það geta aldrei orðið gjaldþrota í eigin. Nei, það er ég. En Davíð hendi í síðasta gjaldeyrinum sem hann átti. Já. Þannig hann átti ekki eina evru eftir. Átti ekki krónu eftir. En hann gæti alltaf brenta krónur, sko. Já, það var ekki til neins, sko. Nei, ég veit það, vill ekki taka við. Nei. Það er þetta notaður hérna í viðskiptum. Já. Hvað segir þið að það sé að koma annað hrun sem að ég heyrði í leigubíl? Já, ég sko hrunið á Íslandi var náttúrulega marg svona hrun. Já. Eitt hrunið var svona subprime lán hrun eins og var í Bandaríkjunum sem að ég kveikti á hruninu. Það er að segja að fólk gat ekki reyndur staðið undir hérna lánum á húsnæði. Og ég held að séu þúsundir, kannski 20.000 sem að lenda í því núna. En þetta er aldrei það sko stórt að sko efnahagri þjóðarinnar hrynji. Bankarnir ekki að hrynja því að þeir eru svo feitir. Þeir eiga svo mikla peninga, það bara flæðir út úr þeim, sko peningar út úr nasirnar og eyrun og alltaf bara. En er það ekki með það sem fólk hefur verið að tala með? Það, svona, ef það er einhvers konar annar hrun í gangi eða á leiðinni þá sé það einmitt ekki bankarnir sem eru búin að tryggja sér það vel og læra af reynslunni. Heldur bara hrunið, já. Og Seðlabankar passar upp á þá. Þeir hækkuðu vexti á húsnæðislán og þá lækkar Seðlabankastjóri vextina til þess að þeir græði ennþá meira, sko. Raunverulega, sko. En kannski lækkaðir. Þannig að hruni verður bara svona hrun raunverulega millistéttarinnar niður í láglaunastétt og láglaunastéttar niður í fátækt. Það er svona kannski hrunið sem er í gangi. Og Guð og gattinn bara. Eins og að sagt alltaf hérna, þú veit hérna 3 launatekkum á því að eigi ekki fyrir mat og 2 afborgunum á húsinu fyrir að missa það og 1 alvarlegu veikildu til þess að detta niður í fátækt sem að kemur aldrei aftur upp úr. Það er hætta. Þetta er hættan. Vanskilur aukast og ykkur ætla að berga sig með yfirdráttarlánu sem eru með 17% vexti eða 18 eða eitthvað sem er algjörlega vonlaust, sko. Það er bara eins og piss í skói sinn. Þú stundu verður að piss í skói en þú ert að frjósa í hel. Nei, við vitum samt hvað það tekur skamt fljótt af. En það eru bara hellinga fólki sem er að keyra sig áfram á yfirdrætti. Ég veit það, og smálánum. Það er ekki að börnunum að borða eða ekki. Og það fólk sem eins og bankarnir er að taka í 5% verðbólgu, að taka 17% yfirdrættavexti. Þeir bara mega það, sko. Stjórnvöld eru bara go for it. Ef við getum grætt á fátæku fólki bara endilega græðistrákar. Þetta er algjört barbari í þetta samfélag okkar. Svo er það hættulega, sko. Ef fólkið missir íbúðunar eða húsið og fara okkar flakking og þanga og þá koma félagsmálin inn í að börnin skiptum skóla og minnumáttakendin og allt þetta. Það er verið að framleiða þetta. Það er að vonda, sko. Það er að framleiða þetta og þá kom í Gallup var með könnun að sem að sko Framsóknarflokkur aldrei mælst neðar, Sjálfstæðisflokkur aldrei mælst neðar. Það er aldrei í sögunni mælst ríkisstjórn sem nýtur jafnlítils trausts, enda er hún leidd af óvinsastar stjórnmálamanni sögunar. Og það er talandur hrun, sko. Þetta er náttúrulega algjört hrun í trausti almennings á stjórnmálunum og ríkisstjórninni. Í einhverju bréfi í dag á Facebook, Bjarni Benediktsson, þá eru sko birtar fréttir, sko. Ég langar banna sem fyrst sem að ég hafði skrifað Bjarna og svo sem þú hafðir. Og þetta er hann eitthvað svona samansafnað anstæðingur. Og svo eitthvað illu í komanda líka. Hvað? Á Facebook síðu Bjarna Benediktssonar. Það er eitthvað búin að vera að setja inn á síðan hans. Var hann að kvarta yfir eitthvað að vera vondið sig? Já, hann hefur svona gert það, já. En þetta er svona það sem er, já. Þetta sé ekkert að honum. Þetta er hann svo óeppinn að ég og þú og Illu skulle vera til. Þess vegna hafi fólk svo lítið álit á honum. Ljótt af ykkur að tala svona illum. Pælið í því. Nei, ég er sveitungjars. Pælið í því hvað það er ekki furða á þetta að sé lítið traust á stjórnmálastéttinni að þetta er voðalega lítill að sanda. Þetta er ekki spennandi. Við verðum bara að ræða mikið meira pólitíkir. Það var að koma heim í pulsuna. Þið ætla að fara fram, ég ætla að spila viðtal sem við tók við börn og eftir og svo bara rúlar þátturinn áfram.
Já, og ég ætla að minna á að þið getið hjálpað okkur að byggja samstöðuna með því að segja vinum og vandamenn að fá efni sem ykkur líkar hér. Benda á að það má finna efni okkar á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðvarpsveitum, í útvarpinu á 89,1 á FM og þá má sækja þar út að setja ekki líka á spilarann sem bæði á netinu og svo má líka hlaða spilarann niður í síman sem appi og þá getur hlusta á samstöðuna og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem í heiminum, það sem net. Við erum komin í fjarstýringuna hjá þeim sem svo heppin að skipta við síman, það er númer 5, kannski munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða upp á efni frá samstöðunni 24 tíma sólarhring 7 daga vikunar allan á sem syng samfélagsumræðu þetta rauða borð og í öðru þáttum samstöðunar en samstöðun hefur verið fyrst og næst byggjast upp að þeim hluta áhorfenda og áhærenda sem hafa gert áskrifendur. Ef þú vilt slást í þann hóp og taka þátt í uppbyggingu samstöðuna þá getur þú farið inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástendur áskrift og framhaldið á að liggja í augum uppi. En ég ætla aðeins að bregða mér frá, við ætlum að setja inn skilaboð frá öðrum og svo hefjast við tölkvöldsins. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Sósíalistaflokkurinn vill ríkari hömlur á skammtímaleigu Airbnb til ferðamanna. Meira stefnuna inn á xjóð.is. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Já, nú ætlum við að tala krakkaþing, krakka sem er að gera kröfur. Það var fyrirbrigði sem heitir Krakkaþing Fíusólar sem var haldið í Borgarleikhúsinu og hérna er komið 2 fulltrúar af því þingi, Tinna Sigurfinnsdóttir og Guðmundur Brynjar Bergsson, velkomin. Og þeim fylgir Þórunn Arna Kristjánsdóttir, leikstjóri og leikuna. Hvað, hérna má ekki bara byrja á því að spyrja hvað er Krakkaþing Fíusólar? Já, Krakkaþing Fíusólar er þar sem að krakkar úr 40 skólum komu saman í apríl. Já, 70 börn. 70 börn og komu saman og tala leiklist. Hvað mætti betur fara með leiklist, hvernig mætti betur gera. Já, og hvað við erum mjög þakklátir fyrir og glöð fyrir. Já. Hvað eru ánægð með? Hvað mætti betur fara og hvað þarf að gera í því? Já. Já, það er hérna Bill Gates, hérna sá sem að á Microsoft, hann segir, ég nenni ekki að tala um það sem er í lagi, því að við þurfum ekki að breyta því, en við tölum bara um það sem er að, en ég ætla samt að byrja á því, hvað er í lagi í leikhúsinu fyrir börn? Það er frábært að það eru að minnstakosti 1 eða 2 barnasýningar á ári, svo það eru fullt af ungbarnasýningum líka, til dæmis í Þjóðleikhúsinu veit ég. Og svo er líka frábært það sem að við vorum að tala um áðan að það er verið að halda sýningu í Borgarleikhúsinu á litla sviðinu sem heitir Kjarval og þá er bent á að krakkar í 5. bekk bara í fylgd skólans komi og sjá sýninguna í skildu. Það eru alveg nokkrir leiklistaskólar, eða það er 1 leiklistaskóla í Borgarleikhúsinu, þar sem að það eru æfingar, þetta eru 3 ár og það eru æfingar svona 2 í viku yfir önnina, hverja til desember og yfir til vors. Og það er bara krakkar sem hafa brennandi áhuga leiklist bara geta bara haft gaman og stunda leiklist. En þú veist að segja að það væri bara í Kjarval sem að krakkarnir kemur úr skólanum til að horfa á sýninguna. Þegar ég var lítill, sem er rosalega langt síðan, þá fórum við oft í leikhús. Það kom líka leiksýningar í leik. Já, það er mjög mikið. Ég sá alþýðu leikhúsi, ég held ég hafi bara verið ég veit ekki. Ég held að Guðmundinni hafi minnst á Kjarval því hún er akkurat í gangi í Borgarleikhúsinu núna. Já, og við vorum að tala um það. Í Borgarleikhúsinu eru 3 sýningar á hverju ári sem eru sýndar fyrir börn
og það líka í Þjóðleikhúsinu þannig að það verið að bjóða íslenskum börnum í leikhúsið en við viljum auðvitað bara meira. Ég var að tala að svona skólarnir færu, það voru svona skólasýningar. Þetta eru skólasýningar. Ok. Þetta það sem gott, en hvað má betur fara? Það ekki nóg af kennslu af leiklist á Íslandi. Nei. Það bara, börn hafa ekki, hvað segir maður, get ekki farið. Beinan aðgang. Já, beinan aðgang að þessu. Jú, svo samt líka mjög, það hafa alveg verið margir leiklistarskólar og eru enn nú. Það mætti vera kannski fleiri og sérstaklega fyrir þau sem eru kannski undir 18 eru samt komin yfir aldurinn að geta að mega fara í leiklistarskóla. Já, þegar þú ferð í 9. bekk, þá kemur svona bara gat, alveg fram að, bara menntaskóla. Það sem bara ekkert fyrir á þessum aldri, það eiginlega engin skólar held ég eða neitt til að fara að æfa leiklistina. En ætti ekki að vera leiklist í grunnskóla, kennt þar? Það ætti að vera, en það bara ekki. Ég held að sé samkvæmt námskrá mér sem. Já, það á að vera leiklist í öllum grunnskólum, en það bara ekki í öllum grunnskólum. Það í sumum sem mjög flott, en það bara alls ekki öllum og það þarf að bæta það. Já, þegar dóttir mín var í Austurbæjarskóla, þá var ekki leiklist og ég var að spyrja skólastjórinn að þessu og þá sagði hann, bara við finnum engan leiklistakennara. Þá sagði ég, ég ekki bara redda ykkur einhverjum. Af því að mér fannst þetta að vera yfirvarp. Mér fannst eins og að væri alveg hægt að finna kennara. Já. Og við höfum líka fundið svolítið í gegnum þessa vinnu okkar í krakkaþinginu hver ávinningurinn af því að taka þátt í leiklistarstarfi og hann nefnilega svo gríðarlega mikill og þess vegna þessi krafa sem þau eru að nefna núna með það að leiklist þessi farið eftir aðalnámskrá hún sé kennd í skólum það í rauninu bara lýðheilsumál af því að kannski að vera gaman að heyra líka hvað þið hafi grætt á. Hvað fáið þið út úr leiklistanum í? Það svo margt sem maður fær út úr þessu. Já, maður læri til dæmis að vinna í hópum. Já, og síðan bara útrásin að fá að leika og þetta bara, þú ferð á svið og það bara ljós á þér og þú ferð þessa athygli og þú getur bara verið bara fáránlegur og það bara öllum sama því þú átt að gera það og það fara allir bara að hlæja og þetta svo gaman og þú líka, maður lærir svo mikið á því eins og þú ert í skólanum og það kannski, það allir í svona ból, ég ætti að kaupa mér svona ból eða eitthvað og það allir bara svolítið svona passa, hugsa sjálfa sig og svona en þú mætir í leiklistu tíma þar sem að krakkar eru bara athyglisjúkir og eru bara, þeir sjálfir þá lærir bara, það allir skrýtnir og það gett gaman að vera skrýtna, miklu skemmtilega heldur en að fylgja einhverjum, hvað sem svona trendum normi kannski Normi. Já, brjótast út úr norminu. Já, normi. Já. Þetta bara, þá þetta eins og, þetta svona styrki persónuleika manns. Mjög, maður fær bara miklu meira sjálfstraust á að vera í þessu. Maður lærir svo mikið að tala við fólk og maður verður bara miklu opnari og maður bara, lærir einhvern veginn að bara, lífið bara miklu meira og það bara svo miklu skemmtilega að vera bara maður sjálfur. Það saman á þessu? Já, en svo aftur að kennsluefnum í grunnskólum og í tengslum við leiklist þá kannski vita sumir ekki að þau hafa þennan áhuga á einhverju og þau hafa ekki þann aðgang og vitund til þess að þau vita til dæmis ekki hvort þeir hafa áhuga á þessu. Þetta verður hlutur skólans að bjóða krökkunum upp og alls konar þannig að þau viti hver áhugið þeirra kveiknar. Já. Við höfum svo mikla trú á leiklistinni að það eiginlega hrikalegt þetta sé bara eitthvað svona falin fjársjóður að því ég eins og að hlusta á ykkur tala þetta hugsa bara, ég bara horfa á ykkur í framtíðinni og ég hugsa bara hvað framtíðin væri þarna björt að vita af fleira fólki sem þorir að standa í sjálfu sér og þarna vita hverju styrkleikar þeir eru og kunna nýta það til góðs en það það sem leiklistakrakkar geta gert. Ef lífið skemmir þau ekki, eins og okkur sem einu sinni voru efnileg, eins og þóttu við efnileg. Já, og það hlutverk fullorðna fólksins, einmitt að passa upp á það að lífið þarna setið ekki ykkur að þeytivindu, heldur liftið þeim upp til að efla þetta ennþá frekar.
Þegar ég var í 12 ára bekk þá settum við upp, held ég, 4 atriði úr Íslandsklukkunni. Það var bara hluti af náminu. Mjög gaman. Ég fekk að leika Jón Hreggviðsson. Ógleymanlegt. Já. Það búin að vera hann síðan eiginlega. En hérna, að þér að tala þetta, við svona, stundum talað að hvernig eigum við að mennta börnin núna því að nú geta allir googlað eitthvað, ekki getum við fyllt hausinn á þeim að einhverjum staðrindum sem eru hvað sem alveg við hendina og hvernig eigum við að mennta börnin, eigum við að mennta upp þessu virkir þáttagötur í lýðræðislegu samfélagi, þau geti tjáð skoðanir sínar, tekið unnið í hópi með öðrum og annað slíkt og manni finnst eins og, ég meina, listnáma eiginlega langt besta námið til þess að undirbúa fólk fyrir lífið. Vá, þegar þú segir þetta svona, ég var ekki búin að hugsa út í þetta. Já, ég bara þetta, þú lærir svo ótrúlega mikið af þessu. En maður hugsa það, þetta það sem svo mikilvægt að njóta lífsins og það að geta bara, þú veist, lært að tala við fólk, lært að vera opin manneskja, þú veist, að læra þetta. Þetta miklu mikilvægara heldur en að kunna kannski starffræði eða eitthvað. Hvað ár einhver kóngurinn dó? Hvað kóngur? Einhver kóngurinn dó, það ekki með að kent þetta. Maður þetta vita hvenær einhver danakóngur dó. Læra alls konar utanbókar. En nei, einmitt, færnin í leiklist eða bara færnin í því að vera manneskja, maður getur ekki googlað það. En í gegnum leiklistaræfingar og í gegnum það sem við gerum í leikhúsinu, þar fær maður svo margar gjafir sem hjálpa manni í þessu. Líka bara það að vera ósamála, þú veist, ég held að sé alveg rosalega mikilvæg grunnfærni að læra það bara snemma á lífsleiðinni, að það bara allt í lagi við séum ekki sammála um allt og það kostur í rauninni. Þú ert ekki hafna mér persónulega, þú takir ekki undir skoðanir mínar. Maður lærir líka rosalega vel í leiklist að því að þú veist, leiklist samt ekki allt það að komast inn í eitthvað leikrit, það bara þú veist, hafa gaman og svona, en þú veist, maður lærir svo mikið þegar maður farið pröfur að fá nei, sem svo ótrúlega gott að ferða út í lífið, að því að þú veist, maður bara miklu oftar miklu meira líkur að fá nei heldur en já. Já, og svo líka kannski fyrir sumir með, þú veist, leikhús, við þurfum það ekkert og það bara allt í lagi, en að taka það svona frá okkur sem ég veit ekki, það kannski ekki alveg raunveruleiki, en fyrir kannski einhverjum öðrum þá þetta bara svo mikilvægt. Þetta með neið, hérna, því ég segi þetta stundum að því ég alltaf að biðja fólk að koma hingað í spjall og svona. Og svo stundum verðum að varfiða fólk á svona einhverjum erfiðlega þá sé ég bara ég spyrði því að því að ég þola að fá nei þess vegna get ég spurt alla því að þetta nefnilega mjög mikilvægt að þola að fá nei því ef maður þola ekki að fá nei þá gerir maður ekki neitt en ef maður þolir að fá nei getur maður gert allt. Já, algjörlega. En segja mér eitt að því að ég var að segja að við höfum sett upp Íslandsklukkuna í 12 ára bekk. Þá var ég í Vogaskóla og þá var söngkennsla. Og það var alltaf farið út á sal einu sinni í viku og sungið. Vá, en skemmtilegur skóli sem þú veist. Mér farið að grunna að þetta sé eiginlega minna listkennslu. Ég var náttúrulega það ég teikning þá, ekki myndlist, og ég var í smíði og hvað voru við meira? Það var dans, þá kom það reynda bara inn í skólan, var eitthvað svona tímabil. Og svo náttúrulega lærðu við skólalögin. Við kannum með þá. Já. Byrjum á því, bara ljóð. Hvernig ljóð í skólum í dag? Já, fyrir stuttu þá héldum við svona, við sem sagt bjuggum til ljóðabók og hver einasti... Já. Og hvert barn og svona hver einstaklingur fékk það hlutverk að semja eitt ljóð í bókina. En eru það að lesa ljóð í skólanum? Við höfum allavega í mínum bekk þá höfum við lært að yrkja og semja ljóð. Sumir listamenn segja það að mikilvægast að maður listamaður að lesa og horfa og njóta það er svona. En tónlist? Tónlist? Ég myndi nú ekki segja að það væri eitthvað sem að væri
kennt í skóla. Það allavega hjá mér, mjög mikið. Mér langar kannski bæta inni með þessa umræðu af því að ég, þú veist, er líka mamma þannig að ég fylgist með skólum dætra minna og svona og vinn sjálf svo mikið í því að tala það hvað menningarstarf fyrir börn er mikilvægt. Í mörgum skólum það alveg frábært. En það veltur eiginlega alltaf á því að það sé ein manneskja sem er með hjartað utanáliggjandi og vill berjast fyrir þessu. Og það er líka það sem ég er svolítið að benda á. Þetta verður að vera partur, þetta á ekki að vera af því að þessi manneskja er hérna, þá getum við gert þetta. Ef þessi manneskja, svolítið eins og þú varst að segja með skólan áðan sem dóttir þín var í, ef þessi manneskja er ekki hérna, þá þurfum við að finna manneskju til að sinna þessu. Þetta verður að vera fast í kerfinu okkar að gera þetta í öllum skólum, þannig að þetta sé ekki bara forréttindi fyrir sum börn að fá að upplifa þetta en önnur ekki. Þetta eru réttindi samkvæmt barnasáttmálanum. Já. Að fá að fá tækifæri eða einhvers konar vitund að því að listmenning sé til og hvað hann er merkileg. Það myndlist í skólanum? Já, ég myndi alveg segja að það væri mikið. Það var í mínum grunnskóla, ég kom til menntaskóla núna, en þegar ég var í grunnskóla þá var mikið svona hægt að velja sér val. Já, það er rosalega flott. Ég valdi myndlist. Og tónlist. Það var reyndar ekki hægt það var 1 ári sem var hægt að velja leiklist, en síðan var náttúrulega bara kom skrekkur sem er rosalega flott. Já, og ég líka skrekking. Já. En þetta er svolítið með saga margra barna, það var 1 ár sem var boðið upp á leiklist. En leiklist í rauninni þarf að vera bara alltaf til þess að þú getur stækkað og stækkað. Og meiri segja, þú þarf ekki að langa upp á leiksvið til þess að geta nýtt þér þetta. Og þetta er bara svo mikil færni til framtíðar. En hafið þið verið að leika? Hafið þið verið að... Já, smá. Eða þú veist, ég var alltaf í söng og leiklist sem var einu sinni skóli sem er hættu núna og var þar alveg í 5 ár. Og síðan fór ég yfir í leiklistaskóla Borgarleikhússins, komst þar inn og hef bara verið þar síðan. Það er náttúrulega mjög gott tækifæri að fá svona til dæmis, ef maður kemst inn í leiklistaskóla, þess vegna er svo mikilvægt að pröfa aftur og aftur. Af því að það er ekki full líkur að maður komist inn. Maður er að þola að fá nei. Já, og þá er maður alltaf inn komin á bara veg og hún hættir ekki fyrir en hún hættir, sem er 3 ár. Kannski fær maður bara áhuga okkur öðru. Já. En hefur þú verið á sviði að leika? Já. Hvernig er það? Það er algjör forréttindi, myndi ég segja. En er ekki svolítið svakalegt að labbin á sviðið og fullur salur og fólki að horfa á mann? Jú. Hvað ekki? Svo er líka svo gaman bara að gleðja alla þá sem er að koma inn að horfa á sýninguna. Það er náttúrulega fátt betra. Já. Bara ef maður segir eitthvað sem er fyndið og fólk hlær og það er svo gaman. Já, það er svo gaman að gleðja aðra. Já. Maður verður náttúrulega alltaf fyrst svona fyrir fyrstu sýningunar, smá stressa, fyrir alltaf aftur yfir textan og svona. En skilur að því að stressið og spennan, þetta er það sama eiginlega. Þú verður eiginlega bara frekar að vera bara, nei, ég er bara frekar spennt, ég er ekki stressið, ég er bara spennt. Og þú veist, þá ferðu svo og þá verður svo miklu skemmtilegra fyrir sýningar og að undirbúa sig fyrir sýningar eins og þú veist, áður en að fyrir sýningar, þá fyrir mér á fyrir stressi, bara breyta stressinu yfir í spennu og síðan bara mæta sviðið og síðan ertu búin að gera þetta og fara að gera þetta aftur og alltaf léttara og léttara. Er það niðurstaðan í þessu krakkaþingi er að þið ætlið að gera svona kröfur út í samfélagið? Já, við erum að flytja skilaboðin. Við erum talsmenn þeirra, en líka hluti þeirra. 70 barna sem að komi á krakkaþingið. Já, það voru náttúrulega allt 70 krakkar sem hefði áhuga á leiklist og bara sögðu bara, þú veist, þetta er bara ótrúlega gott á leiklist en þetta má bæta. Hvernig fáið þið 70 til þess að vera sammála eða voruð þið að greiða atkvæðum eitthvað eða töluðu ykkur niður á niðurstöðu? Já, við skiptum í hópa. Ég myndi nú, sko, það voru langflestir sammála að nokkrum hlutum, voru ekki flestu orðin gaman, spenningur, hugrekki?
Já, það sem leikhús hefur gefið þeim. Við tókum þetta í svona nokkrum umræðum. Já, fyrst fórum við í gegnum bara það sem við höfum þú veist, persónuleg reynslu okkar bæða því að fara í leikhús og taka þátt í leikhúsi. En svo fórum við yfir þetta sem er verið að spyrja okkur núna, kröfurnar okkar, ykkar. Já. Hverjar, getum við eitthvað sagt hverjar þær eru? Já, það var eiginlega bara að fjölga leiklist og bara að það verði bara miklu léttara fyrir krakka að komast, hafa aðgengi að leiklist. Við erum þetta orðið aðgengi en það er bara fínt að nota. En bara ekki endilega alltaf þurfa að fara eitthvað í eitthvað rist og leikrit, bara geta að fara í leiklista kennsluna. Í rauninni bara að sé verið að fylgja því sem er í aðalnámskrá en líka bara, við erum að tala sýnileika, er það ekki líka mismunandi? Það sem þú manstu með unglingana? Já, eins og við vorum að tala áðan með þannig stóra gatið sem að bara hefur ekkert til að gera. Það er nefnilega oftast þegar það er verið að leika til dæmis unglinga eða svona 17 ára. Þá eru oft fullorðnir sem að leika það. Já, mjög stereotypískar. Já, og það er líka verið að leika of mikið af, þú veist, þessu stereotypíska úlingi. Þú veist, við erum ekki pirruð og dónaleg. Við erum bara, við erum ekki, þú veist, við erum ekki börn og við erum ekki fullorðin, en við erum að detta inn í fullorðinsárin. Jú, auðvitað er einhverjir sem eru dónaleg og þú veist, það er líka til dónalegi fullorðnir og dónalegi börn, skilurðu. Já. En þetta er bara, ég veit ekki hvað þessi stereotypíska úlingur kemur frá. Ég þekki ekki. Það er sjónarhornið sem að semja þau og leika þau og gera þau utanfrá og ég meina það. Líka þetta... Konur hafa lifað við þetta, þessi skrifaðar af köllum og fatlaðir hafa lifað við þetta og svartir hafa lifað við þetta og börnur lifað og krafan er oft svona við erum manneskjur fyrst og fremst. Já. Þótt að maður sé ykkur hlutverki. Já, líka bara þetta gat sem að verður þarna á milli, það sem að er ekki... Það er engar pröfur fyrir leiksýningar og það er ekkert aðgengi að eiginlega bara ekkert til að fá að fara í leiklistakennslu en þannig. Þá missum maður stundum svolítið áhugan en maður er ekki duglegur að fara í leikhús. Svo ég tengi alveg pínu við það að hafa á þessum tímabili þegar mikið að læra og svona að maður missur svolítið áhugan á leiklist en ef ég fer síðan í leikhús og horfa á einhvern leika þá bara, oh my god, já, mér langar gett mikið að gera þetta, ég elska þetta og sér bara, oh wait, býtu, hvað á ég að gera þetta? Já, og þess vegna ættum við kannski að hafa einhvers konar forgangsröð fyrir börn. Ég veit að það nú er eitthvað, er ekki kannski eitthvað ódýrara fyrir börn að fara í leikhús? Jó, ég er oft þannig Jú, það er rétt hjá þér en það líka lendir við í vandræðum þegar við búum til leikhús fyrir börn að það kostar alveg það sama og að búa til leikhús fyrir fullorðið fólk. Við fáum ekki það sama inn í miðasölu þannig að okkur vantar auki fjármagn til þess að sinna sérstaklega þessum hópum. Já, það vantar líka svolítið sýningar fyrir þetta bil af krökkum. Þar sem að við erum ekki fullorðin, þá tengjum við kannski ekki alveg við fullorða sýningar. Við erum ekki börn, þá tengjum við ekki alveg við svona barnasýningar. Og okkur vantar svolítið svona sýningar sem hægt að tengja betur við. Og svona sem að hefur áhuga á og kannski bara, herðu, já, mér langar alveg að fara á þessu sýningu, hljóma vel. Svona eins og er í bókmenntunum stundum. Það er eiginlega orðið barnabækur og unglingabækur og young adult og það er alltaf gott. En farið þið í leikhús og farið þið á fullorða sýningar? Já. Mér finnst það mjög gaman. Já. Mér finnst það líka mjög gaman. Er eitthvað svona sem er í leikhúsinu sem ég ætla að sjá, sem þið sér? Ellie. Já. Hún er rosalega flott sú sýning. Það sem allir fara á, það fyrir ég aldrei á. Ég er bara, ég kom bara svona út úr eskunni. Ef allir hlaup eitthvað, þá fyrir ég ekki. Já. Kannski að ég bara fara að vinna því í eskunni að fara bara að gera svo einir. Já, mér finnst allavega mest Ellie bara, ég fór henni daginn, alveg bara. Og það myndi þig á alveg að þú varst í leiklistarskóla. Já, ég var bara, herðu, vá hvað ég verið að gera þetta. Það var svo flott hvernig að sjá, skilur. Það er svo flott að sjá svona tilfinningarnar í alvörunni. Þú horfir á bíómynd og bara, já, ok, og kannski búin að gleyma smá frá henni. En þú ferð á leiksýningu og sérðu, þú veist, leikarinn að leika þetta í alvörunni og svona tilfinningar sem pínu snerta þig. Og þú veist, eftir á þá einhvern veginn breytist alltaf hugafarið. Þú veist, ef það var eitthvað góður boðskapur í sýningunni, þá breytist alveg hugafarið og fyrir að bara svona hugsa það og svona. Já, það að vera í núinu þar sem að listin búin til náttúrulega
svona eftir þótt að bíó sé ágætt og plötur séu fínar og þá er tónleikar og leikhús er bara þegar galdurinn verður til þá er það svo stórkostlega upplifun að það er ekkert sem að jafna það. Ég veit að ef þú fer á svakalega flotta sýningu þá myndir bara munana eilífi bara og það verður svona næstu persónu upplifun að mann finnst þetta allt svona að tengja sér að leikhús er þetta svona þetta. En ég veit að mér er máli skylt en mér langar hvetja þig til að fara á Fíusól af því að það aftur að því þú ert að nei, það er nefnilega sem er svo skemmtilegt þú ert að spyrja þau hvort að þau hafi séð eitthvað fullorðin sýningar ég held nefnilega að sé líka svo hollt fyrir okkur sem er fullorðin að fara á barnasýningar því að þær tala nefnilega til mjög mikilvægra manneski sem býr innra með okkur sem er okkar innra barn og það er svo nauðsynlegt fyrir okkur sem er fullorðin að halda því barni á lífi þá var lífið svo skemmtilegt. Ég á barn á breiðu bili sko, en ég á ekki svona Fíusólsaldurinn núna. En einhver tíma kom tímabil þar sem ég átti ekki barn á svona heppilugum aldri. Þá fekk ég bara lána barn og fór í leikhús og til dæmis þá náði ég þessari vakningu í teiknimyndunum sem var svolítið spennandi á tímabil í Bandaríkjunum. En maður bara að fá lánabarn. Já, en ég segi bara, þú þarft ekki að fá lánabarn. Mér finnst það bara að nýjasta, að mæta bara á barnasýningar því ég heyri þetta mjög oft frá fullandi fólki. Ég hef ekkert barn, ég bara, kottu bara með barnið sjálfu þér og hafðu gaman. Egill Helgason sagði í gamla daga að hann hefði verið í bíó og séð 2 eldri menn labba inn á Home Alone 2 og þetta var það sorglasta sem hann hefði séð. Gamla menn. Og ég ætla að segja öfugt, ég held þetta sé það fallegasta sem ég veit. Já, það er svona, það er hvað við vorum á. Herðu, en þetta er svona kröfur, þegar maður skrifa niður og 70 menn saman tekja kröfur og það eru komnar hingað og þá kemur spurningin, hverjum eru rétt þessar kröfur? Já. Hverjum eru það rétt að kröfunar? Hvernig eru það ávarpa? Núna, við erum að halda blaðafund sem að vera eftir klukkan 3 og þar kemur barnamálsráðherra Ásmund Reinald Daðason og bara fólki og við erum bara að segja frá niðurstöðum úr barnaþinginu og hvað þetta er mikilvægt fyrir börn að leiklistin sé til staðar og bara gefa það svolítið frá okkur og við erum líka eins og við erum að tala með hann við erum talsmenn þegar 70 barna við erum bara að flytja skilaboðin frá því hvað gerðist þennan 27. Þetta er lýðræðisleg niðurstaða. Þetta er ekki eitthvað sem ykkur datt í hug í morgun. Nei. Og ekki eitthvað sem við fullorðna fólki skrifuðum fyrir þau. Mér finnst það líka svo mikilvægt. Og það er það sem við þurfum að vanda okkur svolítið við saman. En þetta, við erum líka... Ertu ósammála ykkur af því sem þau skrifa? Nei, ég er nefnilega bara mjög sammála. En mér er samt svolítið gott líka svona hugsa líka sem fullorðin mannski hvernig maður getur alltaf lært af hlutunum. Af því nú er ég með sýningu í Borgarleikhúsinu hana Fíusól mína sem ég vandaði mig alveg óbáslega við að gera þar er unglingur og hún er í bókunum og hún er, þú veist, og ég reyndi að vanda mig eins mikið og ég gat þegar við nálguðumst þennan ungling en þegar ég hlusta á Tinnu tala núna þá hugsa ég hefði, þú veist og leikkonan sem leikurinn að vandaði sig líka rosalega mikið við hlutverkið en við klikkuðum samt á því að taka þá allavega unglinga með okkur í umræðina þannig að mér finnst líka svo gaman að því að mér finnst þegar ég held áfram að læra og geta sagt þrátt fyrir ég vandaði mig eins mikið og ég gat á þeim tíma þá er ég alltaf að læra eitthvað nýtt þannig að núna næst þegar ég ger eitthvað svona þá mun ég hafa þetta með mér í ferðalagið. Það er svo mikilvægt að hópar svona sem ekki verið hlusta á áður fá rödd þá breytist allt og þá verðum við að taka tillitið þeirra þaðan í frá. Við eigum það nefnilega svo mikið til að hlaupa bara í vörn og bara, já, en ég gerði mitt besta og þetta, þú veist, í staðan fyrir að hugsa bara, já, þetta er rétt og ég ætla bara að muna þetta áfram. Ég var barn og ég er útskrifað barn og ég veit allt börn. Já, einmitt, sem er að þetta algjör kjaftaði. Nei, ég er mjög sammála þessum kröfum. Við vorum líka með á krakkaþinginu hóp frá táknmálseyju börn sem tala táknmáls, það er þeirra íslenskt táknmál er þeirra tungumál og það voru líka skýrar kröfur frá þeim, bara þau sjá sig aldrei á sviði og bara já Eru á sýningum, svona táknmálsfólk? Við í reynum allavega í Borgarleikhúsinu með barnasýninganda sem við erum með að bjóða alltaf upp á eina táknmálstúlkaða sýningu en aftur, þetta snýr alltaf að því að það er ein manneski með baráttueldin á lofti sem keyrir þetta í gegn því svarið sem að fær er yfirleitt
bara frá öllu kerfinu, þú veist, það ekki peningar, það ekki, þannig að það líka það sem ég að reyna að segja svo mikið, setjum pening í þetta núna, hugsum til framtíðar. Já, og hugsum ekki bara í næstu 4 árum, hugsum hvernig þetta getur breytt Íslandi eftir 100 ár. Og þess vegna líka svo mikilvægt að vera þakklátur og þakka þeim sem að svona ýta okkur upp. En þess að annars bara hætta þið. Á blaðamannafundin á eftir eru líka boðað fólk sem hefur sett hjartað sitt í barnamenningu á Íslandi og líka fólk sem stýrir bara menningarstarfi á Íslandi. Þannig að það líka það fólk sem við erum að rétta þessar kröfur. Og okkur finnst mikilvægt, eins og Gummi Bini segir, að mæta fólki í þakklæti á sama tíma og við setjum kröfur. Af því að við trúum því að kærleikurinn sé líka svo öflugt vopn í því að breyta, ekki vil ekki segja kærleikurinn sé vopn, öflugt tæki til þess að breyta heiminum. Hann bara eina tæki sem að getur breytt heiminum til eins betra, kærleikurinn. En bara því að hverju þið ávarpið, þið ætla að rétta barnamálaráður þetta, en þetta náttúrulega á erindi við skólastjórnendur og bara þið eru í ávarpa samfélagið ekki. Það ekki eitt kall sem að mun koma og breyta þessu. Nei. Ja. Og bara fólk þetta upptekið og við hefðum þetta bara vilja að fá alla helsta frá forsvarsfólk á Íslandi, þú veist, forseta, borgarstjóra, já, en við ætlum samt að þeim mæta sem mæta og svo ætlum við bara að halda áfram að koma okkar skilaboðum áleiðis af því við höfum alveg óbillandi trú á þessu sem við höfum að segja. Þetta verður líka svona öðruvísi blaðafundur, þetta verður svona skemmtilegri heldur en venjulegu blaðafundur þar sem fólk talar og svona, við erum meira að gera svona, segja bara svona skemmtilega frá og segja frá bara svona okkar reynslu og hvað þetta gerir gott fyrir mann og síðan alltaf að færa þetta barnamálsráðherra, veit ekki alveg hvernig ég að segja þetta. Barnamálaráðherra. Já. Þetta nú bjóta til sjálfur en titil en þetta til dæla nýtt, kannski ekki öllum hjálpt. Okay. Þannig að hann fær alveg þess blöður sem að koma úr þessu og allt það. Frábært að fá okkur. Tinna og Guðmundur Brynjar. Já. Og Þórunn Arna. Kæra þakkir. Og gangi ykkur vel. Takk fyrir mót okkur. Takk. En ég ætla að setja þetta áfram og fjallum ykkur allt annað mál eftir örstutt hlé. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6 100. Nú ætlum við að ræða elítur, íslenskar elítur í stjórnmálum og bara á Íslandi. Ég heiti Oddný Eir og til mín komin góður gestur, það Haukur Arnþórsson, stjórnsýslufræðingur sem skrifaði elítur og ættartengsl á Íslandi í bók sem kom út fyrir skömmu. Hún heitir Alþingi, hver kennir kennaranum, eða hún kom út 2019. Já. Og þarna ansi merkileg rannsókn sem þú gerir á svona uppruna þingmanna. Já. Mér langaði aðeins að biðja að segja okkur bara frá þeirri rannsókn og svona því að og hvernig hún hugsanlega kemur við okkur í dag þegar við erum að horfa á flokkana að reyna að endurnýja sig og það ákveðin ósk held ég hjá mjög mörgum, svona lýðræðisleg ósk að Alþingi á einhvern hátt endurspegli betur vilja þjóðarinnar sem talað svona mikið tengslaleysi stjórnvalda við vilja almennings. Og að því tilefni langaði mig fyrst kannski til að bara spyrja þig elítu hugtækið svona, hvað getur þú kannski útskýrt fyrir okkur aðeins hvað það áður en við förum mikið að tala það? Já, elíta alþjóðlegt orð sem notað yfir hópa sem hafa hlutfallslega meiri völd en aðrir. Og það meira þetta sé notað hópa sem hafa aðstöðu til að beita völdum en að þetta sé notað hópa sem beita völdum. Eða það ekki þar með sagt að þeir séu að beita þessum völdum heldur að hafa þessa aðstöðu umfram aðra. Og þetta hlutlaust orð í fræðigreinum og það svona
Það hefur verið erfitt að fara á flot með þetta hugtak hér á Íslandi vegna þess að hefðbundið að elítur séu mjög neikvætt orð. Það sem sagt einhver neikvæður forréttindahópur. En svona hjá fræðimönnum það ekki og það mjög erfitt að komast hjá þessu alþjóðlega hugtaki og kalla þetta eitthvað allt annað. Nú, elítur hafa alltaf verið til. Það ekki þekkt neitt þjóðfélag sem það sem allir standa jafnir og lengst af í sögunni þá hafa fræðimenn alveg frá því í Grikklandi og Ítalíu haldið því fram að elítur væri mjög jákvæðar. Hvert þjóðfélag þyrfti elítur, hæfileika fólks væri ólíkir og það þyrfti leiðtoga og það þyrfti einhverja til að stjórna og leiða og en núna eru þessar fræðikenningar nú svolítið flóknari. Já, og núna kannski þetta ekki beint í tísku svona. Kallast þetta ekki einhvers konar bara elítismi? Að trúa því að það séu einhverju sem séu jáfnvel bara fæddir leiðtogar og fæddir betur til þess fallnir að stjórna fyrir hina eða þannig? Jú, það náttúrulega margar stjórnmálakenningar á lofti og einn sem mér finnst mjög skemmtilega kom út í bók sem hét Common Sense og það var gert ráð fyrir því að almenn skynsemi þeir sem hafa almenna skynsemi og almenna þekkingu þeir séu best fallinni til þess að stjórna og við sjáum að því svolítið ógnað í dag með sérfræðiþekkingu. Já, kannski von á því að jarðskjálftafræðingur muni stjórna Íslandi næst. Sóttvarnalæknir stjórnaði kannski síðast og þannig að við höfum eftir að sjá sem sagt kannski sérfræðingarna stjórna meira en sem sagt eina af þessum kenningum sem elítur gengur út á það að þóttu leiðir fullt af sérfræðinga að einhverju borði þá sé það almenn skynsemi sem skiptir máli þegar þú tekur ákvörðuna og að þessu leyti ekki eins mikilvægt að þingmenn séu sérfræðingar eins og margir vilja vera að láta hvarta margir verið að þingmenn séu ekki nógu menntaðir eða eitthvað en það kannski ekki svo mikilvægt. En þegar þú ert að skoða einmitt þingmannahópinn þá það ekki kannski bara út frá einmitt þessari fagmennsku og sérþekkingu heldur þessum svona innri venslum það ekki og Jú, það út frá einhvers konar stétta sjónarmið það ekki? Jú, það eru tvennt sem ég vil tala hérna. Það eru ættatengsl og það þjóðfélagsstaða. Og það sem ég mæli með þjóðfélagsstöðu staða foreldra annars vegar hvort þeir eru frægir og hins vegar hvort þeir hafa háa þjóðfélagsstöðu og það kemur í ljós að mikið hærra hlutfall það 63% þingmanna eru annarkvort með ættatengsl við aðra þingmenn eða eru komnir af sem sagt hafa sterka þjóðfélagsstöðu. Nú ef við förum aðeins út af hvað þetta gengur þá og höldum okkur bara við það sé jákvætt að hafa elítur og það til dæmis jákvætt að hafa margar elítur. Það jákvætt að hafa listamanns elítur, rithöfunda elítur og skóla elítur og svo framvegis dómara elítur og hjá stjórnaráðinu elítur, stjórnmálamenn og svo framvegis og það sem þetta gengur út á þá valddreifing. Þetta var kannski miklu verra hérna 1930 til 40 þegar stjórnmálin dómineruðu allt og við vorum með mjög veikar listgreinar, við vorum með mjög veikar menntagreinar og svona og stjórnmálin réðu öllu. En það jákvætt að vera með marga sterka póla í þjóðfélaginu. Þannig þá erum við kannski búin að fara yfir hvað svona jákvætt. Það sem einkennir svo elítur það að stjórnmála elítan aðal elítan. Hún hefur ríkisvaldið og í okkar þjóðfélagi á okkar dögum ríkið langsterkasta
örlaga aflið í lífi allra. Það hefur engaleyfi á ofbeldi, það setur þjóðfélaginu reglur og lög, skatta og skyldur og allt sem allur rammi okkar lífs kemur frá því. Og þannig að allar elituna hverfast stjórnmála elituna, að hafa áhrif á hana. Og þá komum við að þessum 3 hugtökum sem eru kölluð C-in 3 á ensku, því að þetta allt orð sem byrja í C á ensku, gera það nú ekki á íslensku. Það í fyrsta lagi hópvitund, og þá átti lárétt samskipti og það getur verið að það einkenni til dæmis alþingismenn að ef þú ert með mikla hópvitund og mikil lárétt samskipti þá heyrir þú kannski ekki raddirnar að neðan. Getur þú nokkuð sagt enska hugtaki líka bara svona að því maður er svo spenntur fyrir þessu séum? Þú ert spennt fyrir þessu séum? Já, ég bara ekki með það. Bókin kom 2019, ég búin að gleyma þessu. Ok, ég fletti upp. Já. Síðan ertu með samlóðun, elítana og það skiptir líka máli. Það sem sérstaklega viðkvæmt og var til dæmis í Þýskalandi nasismans og gæti að verið hér í aðdraganda hrunsins. Það mikið samlóðunir milli fjármála og atvinnulífsins og stjórnmálana. Þá ertu komið svo óskaplega sterkt afl, sko. En síðan eðlilega mikil samlóðun milli stjórnvaldselitunar sem í stjórnarráðinu og stjórnmálamannana, því hinn hópurinn framkvæmir það sem stjórnmálamennirnir segja þeim að gera og það eru mikil Þannig að við erum búin að tala hópvitund, við erum búin að tala samlóðun og þá eigum við eftir að tala að ef þú ert með mikla hópvitund og mikla samlóðun og hefur ekki mikið eyra fyrir því sem gerist utan elitunar, þá getur þú farið að gera hluti sem við köllum í bókinni samblástur og ráðabrugg. Samblástur, maður skilur nú ráðabrugg alveg hreint, en samblástur, er það nýyrði? Nei, það afgamalt orð sem hentar í þessu tilviki því það sem sagt svona, það ekki það neikvægt að það segja að það sé verið að gera eitthvað ólöglegt eða það sé verið að gera eitthvað. Þetta eiginlega sko, samblástur bara að menn komi sér saman að gera eitthvað í eigin þágu og menn blása saman og það það sem getur gerst hjá elitunum og það kannski, ég hugsa að við getum alveg tekið dæmi í hruninu þar sem að fjármála elitan fór öllu sínu fram og ríkið ákvað bara að afskipta leysi væri það besta vegna þess að hinn elitan væri svo ofsalega flott og svona. Þannig þetta ekki samtrygging, það meira innan... Já, það meira hópvitundin, sko. Já. Nú, það þannig að það sem skiptir máli í elitunni hvort menn eru fæddir inn í hana eða hvort menn geta áunnið sér það. Þannig að ættatengslin eru alvarlegust og það eru margir sem segja, meðal annars íslenski fræðimenn, að með aukinni menntun almennings þá trostni, þessi gömlu ættabönd sem styrkja sem hafa verið í elitunum og til dæmis konur komist áfram í menntun og það má hugsa sér það að þetta háa hlutfall kvenna í háskólanámi. Það skýrist af því að þetta leiðin fyrir konur til þess að ná völdum í þjóðfélaginu, ná auknum völdum. Þú ert að vísa kannski þarna í ekki rannsókn sem Gunnar Helgi Kristinsson gerir 2015 og hvað komst hann að því að ættartengslir væru virkilega trostnum, þetta væri valla hægt að vera að tala svona ættarelítur lengur? Já, sko Ólafur Ragnar Grímsson gerir doktorsritgerð íslenska ættarveldi 1970 og hann tekur ættirnar frá 1800 til þess tíma og hann spáir því að þetta rakni nú upp á síðasta aldarfjórðungi síðustu aldar. Það heldur Gunnar Helgi gerist líka og Gunnar Helgi
gerir síðan sína rannsókn 2015 og ég vann við hana, þannig að ég þekki hana og ég hafði hana á sömuleyti því að ég fékk leyfi til að birta ákveðna niðurstöður úr henni í bókinni minni og hann gerir grein 2016 þar sem að hann að tala einhvers konar fagleg fjölhyggja hafi tekið við og þá á að náttúrulega við að menntunina, fagmennskuna og fjölbreytnina, hún hafi leyst ættar samfélagið á hólmi. Það hins vegar ekki mín rannsókn en ég tók í minni bók tekið fyrir gögn og gagnagrunn í Alþingis. Já. Þau eru nákvæmlega skrifuð í gagnagrunn frá 1991 og ég tók fyrir frá 1991 til 2018. Já. Og ég skipti þessu tímabilum í tvend, fyrsta leið 1991 til 2004 og svo 2004 til 2018 og það kemur í ljós að ættartengsl alþingismanna hver við annan minnka og það minnkar að þeir séu úr yfirstétt. Þannig að þetta þróunin. Þannig að þá ert þú nú svo sem í takt við Ólaf Ragnar og Gunnar Helga, en það eitthvað það ekki? Jú, ég í takt við þá en samt sem áður þetta ekkert líkt því sem mælingar á hinum Norðurlöndunum gefa til kynna. Við til dæmis erum með tölur, jafnvel gamlar tölur frá Svíþjóð sem segir að 28% þingmenn séu annarkvort úr hærri stétti eða úr ættarveldum og í Finnlandi þetta 30%, þetta eru tölur frá 1990 Svíþjóð og 2006 frá Finnlandi, þetta eru gamla mælingar. Síðan erum við 2018 með 63% úr þessum hópum. Þannig að við erum með 39, við erum með 40 þingmenn úr þessum hópum af 63 sem eru með ættartengsl eða úr fjölskyldur sem eru með sterka félagslega stöðu meðan að þessi tveir hópar ætti að hafa 5 þingmenn en eru með 40. En byrju, það eru 1918 eða það eru 2018? 2018, já. Þannig að þín rannsókn, það ennþá 60 stór hluti. Já, það ennþá stór hluti. Og þetta gerist mikið hjá okkur þannig að sama ættin á fólk aftur og aftur, börn þingmann að fara gjarnan á þing og svona. Og sumir kippa sér ekki upp fyrir þetta og segja já, börn skósmiða verða skósmiðir og svona en þá erum við að tala að stjórnmálin eru allt annað en skósmíðar vegna þess að þetta eru fulltrúar almennings og þjóðfélagi verður fjölbreyttara og fjölbreyttara og þá hópurinn ekki vera fjölbreyttur og við erum með stjórnmálakenningar sem segja að það mikilvægara fyrir því að þú vill styrkja eigin hag að kjósa þingmann sem úr þínum hópi með þína stéttarstöðu að kjósa þingmann úr yfirstétt sem segist ætla að vinna þínu stétt gagn. Þetta til dæmis bandaríska teóríur þar sem segja bara að þú skalt frekar kjósa einn af þínum þó þú sért ekki saman pólitískt en einhvern pólitískan fagugalla. Þannig að þetta skiptir máli úr hvaða hópum minn eru. Já, og þarna kannski þá komið skýringi líka á því af hverju við mjög mörg upplifum þetta svona hálfgerða eins og firringu hjá mörgum þeim sem eru svona í forsvari fyrir stjórnvöld og banka og stjórnvöld og svona þetta vald yfir okkar lífi þegar allum sem verið að segja að við höfum aldrei haft íslenska þjóðin hefur aldrei haft það betra og menn sé nú bara virkilega í góðum málum efnahagslega á meðan að stór hluti að berjast í bökkum einhvern veginn að þarna þetta bara þessi hópa myndun, þetta raunverulega fólki sem lætur slíkt út úr sér fara, það heyrir ekkert annað, það raunverulega ekki í samræðu við fólk sem
Best í bökkum? Það það kannski ekki, ég ætla ekki að fullyrða það, en það gæti alveg verið það. Það gæti alveg verið í samtali við þjóðfélagið og það kannski á sömu leyti. En sko, einn fræðimaður heldur því fram, fræðimaður sem heitir Phillips og hefur skrifað tölvöld stjórnmálamenn. Hann segir ekki aðeins komið stjórnmálamenn úr hærri lögum þjóðfélagsins, heldur myndir kosningakerfið sem þeir setja sjálfir, þannig að það hygli þeim og síðan kaupið þeir stuðning. Og ef þú talar íslenska kosningakerfi þá, ég ætla ekki að segja hverju það hyglar, en þá á þetta við, og ef við tölum menn kaupið sér stuðning þá höfum við óþægilega mörg dæmi það og við erum utan alls konar hagsmuna tengsl og hagsmuna pot. Og hvernig finnst þér svona staðan? Ef við spyrðum þig svona bara persónulega, hvernig finnst þér staðan núna ef við horfum á þetta svona 3 hættur, þarna samtryggingin og samblásturinn, og hvernig finnst þér staðan á Alþingi núna? Eða bara í þjóðfélaginu, þetta ekki náttúrulega bara Alþingi, ekki? Þetta líka aðrar lykilstofnanir. Jú, mér finnst hópvitund hafa styrst gríðarlega á Alþingi með þessari núverandi stjórn. Það að segja að það yfirleitt ekki mælt með því að hafa þjóðstjórn, það að segja stjórn úr öllum stjórnmálaflokkum, nema mjög stuttan tíma. En það sem gerist núna að stjórn lengst til hægri og lengst til vinstri situr á völdum, en þú ert með sjónarmiðin frá jöðrónum og þú að semja, og þá verður ekkert að lögum nema það sem sko alveg allir vilja og engin og það svo óskaplega margt stöðvað, þannig það verður kyrstaða. Í þessu tilliti, þegar þú ert komið með svona þjóðstjórn, þá myndi ég geta álíktað að þú væri með meiri hópvitund, það væri hópvitundin sem réði ferðinni, þú ætlar ekki að styggja andstæðinginn vegna þess að þið eru að vinna saman og við skiptum okkur ekkert af því hvað þjóðfélagi segir, vegna þess að ef hann segir nei, þá segir ég nei við þessu og svona. Þannig ég myndi halda að hópvitund væri sterk núna, og ég hins vegar ekkert viss að samlóðun elítana sé sterkar en hefur verið. Það eru mjög margar sjálfstæðar elítur, við erum með heilbrigðisstétta elítur, við erum með kennara elítur, ekki að kennara elítan neitt að halda púk upp á stjórnmálamennina og styðja það sem þeir segja menntamál. En við erum náttúrulega sko með hefðbundið að landbúnaðar sjónarmiðin eða landbúnaðar elítan og ákveðnir stjórnmálaflokkar hafa verið í varðstöðu fyrir hana, sjávarútvegurinn, ákveðnir hópar hafa verið í vald hafa verið í forsvari fyrir hana og svona. Þannig að við erum alveg með tengsl milli elíta og Alþingi, sem þau eru kannski ekkert verri en verið hefur, þau eru kannski bara minni. En nú kom þetta svona orð upp, eiginlega hafði ekkert verið mikið talað það fyrir forsetakosningarnar, þegar var byrjað að tala það að það væri líka mér minnir að það verið menningar elítan, styddi Katrínu og jafnvel fjármagns elítan, ég man ekki hvernig umræðan nákvæmlega var, en þá kom þetta virkilega sterkt upp, þetta elítu hugtak. Hvað fannst þér svona þá umræðu? Já, svo grein Auðar Jónsdóttur kom mér algjörlega óvart. Sko ég hélt ekki að það væri neitt út í þjóðfélaginu sem væri svona vel að sér fræðikenningar. En hún sem sagt rakti bara elíturnar. Þetta eru elíturnar í þjóðfélaginu. Þetta menningin, þetta stjórnmálin, þetta stjórnsýslan og opinberir starfsmenn sko eins og kannski sóttvarnalæknir og lögreglufóringjar og svona, þeir töldu sér bara allt í lagi að þeir kæmu fram í sjónvarpi og styddu ákveðin kandidat. Þannig að elíturnar gengu allar fram og studdu Katrínu. Ég held að þetta hafi fellt hana. Og þessi grein hennar Katrín, Auðar, Auðurinn sýnir fram á að þarna samblástur og ráðabrugg milli elítana, sem þessi hætta, að þarna slá þær sér saman sinn kandidat
og það þetta sem meir en þjóðið þolir. Hún kýs svo bara, þegar kemur að kjörborðinu, þann kandidat sem líklegastur til að fella fulltrúa elitana. Og mér fannst þessi grein alveg stórskemmtileg. Já, hún allavega kom miklu róti á umræðuna, sko, og sagði eitthvað sem einmitt var greinilega mjög tímabært að segja, en það var nú eitthvað í henni líka sem að mönnum þótti mjög óvægið. Það sem hún kannski, nú man ég nú ekki alveg hvað, en það voru svona, hún kannski, það var svolítið margt sem hún sagði, það var ekki bara þessi greining, heldur einmitt þetta menningarelítuna, held ég, sem að margir svöruðu, sko, því að þótti það einhvern veginn óvægið og það væri ekki þar með sagt, þótt að menn stígu fram til stuðnings og þá væri ekki þar með sagt að það væri eitthvað ráðabrugg. Nei, sko, menningarelítan var viðkvæm, en það nú alltaf þannig að það sagt að þegar að menn fara að gagnrýna eitthvað þá taka menn einhverja punkt og segja þarna gengur þessu langt, þarna gengur þessu langt. Það sem hefur oft verið gert af stjórnmálaforingjónum og almannatengslamönnum, það einhver látin ganga of langt, einhver einn sem gengur of langt og svo kemur greinin sem átt að koma upphálega og virðist vera sangjörn sem kemur á eftir. Þarna kemur hún bara með eina grein og menn fara að höggva í það að hún sé ósangjörn. Ég veit ekki hvað sem var það, sko, Katrín Jakobsdóttir að sumuleyti fulltrúa menningarelítunar, bræðurinnar og hún hafa gríðarlega sterka stöðu, hafa verið forystumenn í sjóðum í menningarmálum, það skiptir máli hverjir útluta styrkjum og svo framvegis og menningarelítan heldur sér, kom dálítið til stuðnings við hana og hún var bara í samfloti með öðrum elítum, þannig ég tel ekkert að Auður hafi verið ósangjörn. En umræðan hennar grein var svolítið stakk á þessu og ég myndi kannski frekar að segja að hún hafi verið ósangjörn. Mér langar svolítið mitt til þess að ræða þetta í framhaldinu. Ef einhverju fórst til þess að koma og ræða þetta, því ég held að þessi umræða sem var þarna í þessari spennu rétt fyrir kosningarnar, hún hafi, ég held að sé svolítið mikilvægt kannski bara að ræða þetta áfram. Mér finnst það, þegar kemur eitthvað upp þá má segja að þetta sé bara afgreitt mál en þarna var greinilega eitthvað sem að ég held við höfum rætt of lítið, af því við erum einhvern veginn, það annarkvort verður einhver skömm í því, eins og til dæmis var nú frekar nýverið búið að saka Auði að vera elíta sem ritstjóri Heimildarinnar og hún var að hugsa að segja af sér eftir þær ásakanir og þannig að þá fór ég að hugsa þetta verður svona eins og skammarirði því þú tekur fram í upphafi að þetta sé ekki skammarirði en þetta augljóslega var skammarirði og svona neikvætt og þess vegna einhvern veginn langaði mig kannski til þess að fá líka fleiri til þess að ræða þetta og langaði að biðja þig að einmitt að bara að við myndum byrja svona hefja þessa umræðu. Já, sko ég get nú bætt við einu, sko það er mjög margt fólk að koma fram núna og segjast af áhuga á því að fara í stjórnmálin, áhuga á því að komast á þing og sumt af því að flesta því fólki virðist bara koma úr grasrótinni og þetta var alltaf verið svona að fólk kemur fram með nýjum flokkum og mín rannsókn sýndi að flokkarnir utan fjórflokksins að fólki sem kom þar, það var tengslalausara við ættarveldið og það var tengslalausara varðandi sterka þjóðfélagsstöðu og það voru meira konur og þessir hópar, þeir voru mun betur menntaðir en fulltrúa fjórflokksins. Þannig að þú þurftir meiri verðleika til þess að koma utan fjórflokksins inn á þessi tímabili sem ég að taka, 1991-2018. Og svo spurning hvað verður þetta fólk, af því að nú vorum við að sjá svo marga nýja flokka og nýtt fólk og hvaða einkennir þá hópa. En þú getur gert svona kannski óformlega rannsókn í aðdraganda kosninga sem við vitum ekki hvenær verða en hvað eigum við þá að hugsa svona ef við horfum á nýliðana, heldur að þeir eigi erfiðara uppdráttar og eigum við ekki hugsa sem svo að það sé bara jákvætt að ögra þessum elítum innan fjórflokksins? Sko okkur hættir til þess að líta á að það sé jákvætt. Sko
faðir stjórnsýslunnar var Max Weber, Þjóðverji. Hann í rauninni heldur því fram að stjórnmálamenn eigi að vera lengi við völd því reynslan sé svo mikilvæg. En við höfum séð, og eitt af því sem maður hefur séð á Alþingi er að meðal árafjöldi alþingismanna hefur lækkað mjög mikið og hann fór frá 1991 úr það bil 12 árum og hann var síðast þegar ég mældi 6 ár, þannig að hann hafði helmingast og það þýðir náttúrulega gríðarlega reynsla hefur farið á Alþingi. Þannig að maður þarf svolítið að passa sig á því að vera ekki með svartbýta heimsmynd af þessu. En elítu hugsunin samt, það er að segja, mér finnst svolítið erfitt að greina milli svona elítuhyggju einmitt og bara hugmyndarinnar elítu sem þá bara einhver valdakjarna eða eitthvað sem gerir það verkum að fólk telst til elítu, hvort sem það vill eða ekki, vegna þess að það hefur betri aðstöðu til þess að hafa völd, er það ekki svoleiðis, til þess að hafa áhrif á ríkisvaldið eða hafa áhrif í samfélaginu? Jú, við verðum sennilega alltaf í samfélagi þar sem að einhverjir í aðstöðu til þess að hafa meiri áhrif en aðrir en þetta sem sagt aðalega spurning það hversu hratt endurnýjast og eins og þú varst að tala á það með stjórnmálumennina að þeir endurnýjast að það endurnýjast og það sé ekki, menn sé ekki fættir inn í þær. Og líka hitt að þeir sé ekki á tengdar. Sko það má hugsa sér, það ekki hægt að hugsa sér þjóðfélagar á elíta eins og ég legg áherslu að það er jákvætt, það verður með margar elítur, það verður með margar toppa, það verður margir ólítir og það veldur valdreifingu og ef þessi hópar slá sér ekki saman, sem ég hef ekki séð gerast nema í þessu eina dæmi sem við erum búin að tala þá það bara heilbrigðismerki á þjóðfélaginu. Jú, en það væri nú kannski hægt að finna samt fleiri dæmi þar sem að maður hugsa með sér, það ekki bara samtrygging til dæmis Man finnst eins og þetta með menningarelítuna, það sé alveg eins og sérrannsókn, en hvernig til dæmis þessi samlóðun á milli fyrirtækja og stjórnvalda sem varð fyrir hrun, sko, að það svona tilfinning margra, finnst mér, hérna í samræði við Rauða borðið og annar staðar, að það sé einhverjar blikur á lofti, sem sagt, svona eins og að það sé eitthvað núna hungið sem minni mjög mikið á ástandi fyrir hrun. Og það einhver svona einhver tilfinning að ég veit ekki hvernig það eins og mér séu svona meira skamlaust að berast á eða svona skamlaust að koma fram sem hópur sem hefur það gott og hefur einhvern veginn rétt á því eða á rétt á því að kannski ekki ráða en rétt á því að einhvern veginn hafa það gott. Þetta svona óljós hugsun hjá mér. Þetta svona meira bara einhver tilfinning sem ég skil ekki alveg. En mér finnst margir hafa talað að þetta sé ekki bara efnahagslegt að það sé ákveðin efnahags svona blikur á lofti eins og fyrir hrun, heldur líka eitthvað í því hvernig við skiptumst í hópa og svoleiðis. Getur þú eitthvað? Já, ég held að ég geti tekið undir þetta og það einhvers konar óþol út á markanum gagnvart reglusetningu og ég held að í rauninni þetta sem gerðist fyrir hrun var að stjórnmálin og stjórnsýslan eftirlitsstofnanir allt brást. Þau brugðust vegna þess að þeir bara létu fjármálalífið ganga og það má hugsa sér að það sé svolítið að gerast núna. Við sjáum þetta í litlu dæmi sem netsala á áfengi. Allt í einu kemur upp aðili eftir aðili sem hefur netsölu á áfengi frá útlöndum. Þetta svona álíka hreint lagabrot og stöðumælasekt. Sko, þetta bara bannað. En hvað gerir lögreglan? Sko, allt í einu þá eru stjórnmálamenn, þeir segja, já, við erum það bil að setja lög sem heimila netsölu. Það ekki einu sinni þingmeirihluti fyrir því. Og hvað segir stjórnsýslan? Sko, þetta mál svo flóki í rannsóknu hefur búið að rannsaka netsölu áfengis í 4 ár.
og það loksins núna að fara til ákærusviðs og þetta gott dæmi heilagleika atvinnulífsins gagnvart stjórnmálaelítunum. Þeir fá bara að ráða. Þannig að þetta lítið dæmi en mér finnst þetta vera tilhneiging í dag. Það svona þessi, þú getur bara ráðið. En hvað með peningana? Ef þú ert með nóga peninga líka, það ekki það nú oft svolítið auðvaldið eða sko þessi til dæmis fólk sem kannski ekki með mikil ættartengsl en samt hefur aðstöðu, hefur tryggt sér einhverja valda aðstöðu með peningum. Svona sem talað það ekki svona þetta nýríka stéttin. Hvernig hún á Íslandi núna, finnst þér? Ég hef svo sem ekki rannsakað það sko, en það sem að gagnrýnir blaðamenn hafa til dæmis komið fram með, það að landkomin að ríkið selji Íslandsbanka og ástæðan sú hjá stjórnmálamönnum að það sé svo gríðarlega áhætta fyrir ríkið að eiga Íslandsbanka og við skulum muna hrunið varð hjá einkaböngum samt fjalla allt á fólki í landinu og þannig að það skiptir engu máli hvort þetta einkabankar eða opinberir bankar en ástæðan svo að þessi svo mikil áhætta og hver þessi áhætta? Hvað hefur gerst með Íslandsbanka síðan hrun? Jú, hann búinn að skila ríkinu nokkur 100 milljónum. Þannig að áhættan bara svo að sá hópur fari til ríkisins í staðin fyrir til þeirra sem eiga peninga í þjóðfélaginu og geta keypt sér banka. Þannig að það svona þróun að koma stórum dæmum á vegum ríkisins út til elituna sem á peninga. Það annað einkenni sem dálítið sem mér finnst áberandi sem bara græðgi. Þú ert með lítil fyrirtæki á Íslandi og það öll fyrirtæki á Íslandi lítil. Jafnvel svo þótt þú sést með stórt bifreiðaumbúð á Íslandi, þá það pínulítið, það kannski eins og bílarsala í Gautaborg eða eitthvað svoleiðis. Og en þú ert með svona fyrirtæki á Íslandi sem að græða 2-3 milljarða á ári. Svo það alveg ævintýraleg gróðahyggja hjá hverjum einasta, ekki hjá hverjum einasta, en hjá mörgum í íslensku atvinnulífi. Og það auðvitað ríkið og skatturinn sem á að setja þessu ramma. En þetta sér maður gerast og svona, en það auðvitað margt að í öðrum löndum líka. Skulum muna það. Jú, en það náttúrulega, einmitt talandi skatta, þá það náttúrulega ákveðin aðstoð við það að búa til elítu, lítur að vera, eða til þess að hyggla einhver elítu, ef stjórnvöld ákveða til dæmis að skattleggja ekki það sem hafa mikla peninga, það sem auðmagn í gangi, að skattleggja það mjög lítið en að skattleggja þá sem hafa ekki, þeir sem eru ekki í elítunni á neinn hátt, að þeir raunverulega séu mjög hátt ber upp í þjóðfélagið. Já. Að þarna svona sko, að því að maður skilur ekki þetta stundum, þetta svo ósanngjarnt og svoleiðis, en þetta kannski gæti maður skýrt þetta með tilvísun í einhvers konar elítuhyggju? Já, ég býst nú við því sko að þarna elíturnar að standa saman sko og þú sér það nú svolítið að ríku og frægu og stjórnmálamenn eru svolítið að blanda sér saman sko og svona, þannig að það má alveg hugsa sér það að þetta sé þannig. Nei, bara því að þetta svo skamlust, hvort það sé raunverulega einhver staðar réttlega, skilur að menn bara í alvörunni trúi því að það þurfi að vera sterkar elítur og að fjármagnseigendur eigi að vera elíta og hafa völd að því að það sé þá bara okkur öllum til góða eða góðs. Sko í sambandi við þessari elítu pælingar þá má maður samt ekki ganga á land. Sko þetta snýst meira það sem sagt að fólk hafi aðstöðu en að fólk raunna beiti valdinu og maður hefur ekki séð elíturnar slá sér saman nema þetta eina dæmi sem við vorum að nefna en auðvitað það eins og þú ert að segja þegar ef að skatturinn lítur fram hjá ákveðnum hópum eða þingmenn líta fram hjá ákveðnum skattstofnum
sko, þá erum við að sjá slík dæmi en það sem ég vildi segja kemur málun ekkert við en það að því að ég er gamall tölvukall þá sé ég áhrif upplýsingatækni í gríðarleg áhrif á einokun. Þú þarft bara eitt Google fyrir allan heiminn, þú þarft bara eitt Facebook, þú þarft bara eitt af hverju og þegar við erum að sjá samruna á Íslandi þá erum við að sjá 2 eða 3 smáfyrirtæki renna saman og þetta er ekki bara kapitalismin sé að þróa svona þetta er líka upplýsingatæknin sem er að gera það verkum og það sem hefur gerst, það sem gerist er í rauninni það að þeir sem eiga atvinnutækin þeir græða meira og mjög lítill hluti af ávinningnum af sameiningunni og stærðarhagkvæmninni upplýsingatæknar, mjög lítill ávinningu fer til almennings og viðskiptavinana. Þannig að við erum alltaf að sjá og alþjóðlega mæningar eins og hjá Piketty og Credit Suisse bankanum sem gerir árlega skýrslur auðlegð þjóða. Skýrslurnar sýna alltaf að það er bilið að breikka milli ríka og fátækra og einokunum verður alltaf meiri og meiri og þeir ríku verða alltaf ríkari og ríkari og auðvitað snertir þetta málefni okkar elítur en að fjármáli elítur heimsins þær eru að græða og þjóðlegi yfirvöld skipta sér ekkert af þessu en það er langhelst Evrópusambandi sem er að gera eitthvað í þessu og mér finnst nú, svo ég segi það eins og að margir vinstri menn gefi jákvæðum þáttum starfsemi Evrópusambandsins of lítinn gaum. Við höfum mannréttindin þaðan, við höfum stjórnsýslufræðin þaðan, við höfum stjórnsýslulögin og upplýsingalögin, við höfum mannréttindin, við höfum mannréttindadómstól Evrópu. Þeir eru að sekta Google og Facebook hverjum einasta mánuði fyrir persónulagabrot og svo fræðins. Þannig að eini aðilinn sem er að berjast við þessu í heiminum er Evrópusambandið en því verður þetta lítið ágengt þegar ríku er alltaf að verða ríkari og ríkari. En mér finnst þetta nú samt tengjast að því að þetta er einhvern hátt sko hagfræðileg trú að það sé gott að vera stærra fyrirtæki og einokunin sé einhver leiti góð til þess að bjarga svona vera í stafni eða kjölfesta efnahagslífsins. Hún getur gefið bara lægra einingaverð, hreinlega. Hún getur verið góð, já. En hugsunin sé kannski líka svo að það sé að þar með fái þessi kannski fyrirtæki sko óþarflega mikið vald að það sé svona og virðingu og vald að því að það sé þessi trú að þeir eigi þá jafnvel bara að ráða ferðin eða ákveða þeir fái ákveði sjálfsákvörðunarrétt eða vald til þess að ákveða eins og þú segir þegar það er lítið eftirlit af hverju er svona lítið eftirlit það er eins og það sé einhvern veginn þessum stóru fyrirtækjum sé bara treyst fyrir því að hafa eftirlit með sjálfum sér og það er þetta sem maður getur farið út í stjórnsýsluna og hagfræðin og allt svoleiðis en man bara dettur hans í hug líka þegar maður lesa bókina þína sko, þetta er eitthvað svona finnst mér mikilvægt að átta sig á þetta er eitthvað gömul hugsun þetta jákvæða vald einhvers útfalins svolítið sem hefur þannig að og svo náttúrulega þegar að þetta er eitt og svo líka til dæmis tölum upplýsingamiðlana eins og samskiptamiðlana þeir líka íta mjög mikið undir svona menningarlega elitisma það ekki eða sko það er að segja að það er auðvelt að eins og búa til einhverjar stjörnur þetta gengur rosalega mikið út á líka þetta að svona eins og þessi stjörnuvæðing og búa til einhvern hóp sem að er betri en aðrir hópar. Væðingin hefur náttúrulega geysilega margar hliðar og tengist auðvitað elitisma en sko, það er ekki bara hagfræðikenningar, það er líka reynslurök að hagur almennings er betri þegar þú ert með frjáls milliríkjaviðskipti og alveg frá stríðslokum þá hefur okkar heimsluti
reynda að opna á viðskipti og við erum þess vegna, það bara viðskiptasamband sem við erum með í Evrópusambandinu, það sem fær okkur til þess að vera þar með og þetta gerir það verkum að við erum með alþjóðlega auðhringi og þeir voru reyndar orðnir til líka fyrir sko og þar með ertu komið með hópar sem lúta svolítið eigin lögmálum og lúta ekki ríkisstjórnum einstakra þjóða og við sjáum nýja hægrið í dag eins og Trump og Miðflokkinn og hópana í Evrópu eins og í Ungverjalandi þeir eru alveg tilbúin til þess að setja alls konar viðskiptaþvinganir og til þess að taka á þessu vegna þess að þeir trúa á þjóðríkið en í rauninni ef þú ætlar að ganga mjög langt með frjáls viðskipti þá þarftu einhvers konar alþjóðlega stjórnvald til þess að stjórnin sé ekki bara tekin af fyrirtækjunum til þess að fyrirtækin hafi ekki bara stjórnin á yfir og þú sér vísi að þessi á Evrópusambandinu eins og með Evrópudómstólinn þessum með sameiginlegan dómstól og svona en þetta almennt ekki og við sjáum nýja hægri notfæra sér þetta með þjóðirnishyggju, skulum loka okkur af, við skulum loka alþjóðleg viðskipti og svo frávís og ef við gera það þá verðum við öll fátækari og það það sem til dæmis Bandaríkin að gera í loftslagsmálum að þeir eru búin að setja mjög mikla tolla á sólarsellur frá Kína og þeir Trump veðjar á olíu og bensín sem orkugjafa framtíðarinnar og meðan Kínverjarnir og veðja á sólarsellur, ég veit skrifa um sólarsellur og verði að kynna mér þetta og það sem hann gerir hann gerir Bandaríkin fátækari vegna þess að þau verða svo langt á eftir í tækninni, í sólarsellutækninni og hún verður ekki verðulega samkeppnishæf ef þeir eru búin að setja viðskiptaþvinganir á Kína þá geta bandarísku fyrirtæki verið með sínar sólarsellur miklu dýrari en þarna að tala raunverulega að þarna tilraun hjá þessum herrum að sporna við auðhringjónum og svona en sem sagt með því að belgja út þjóðuríkis hugmyndina en sem að býr þá til einmitt svona ákveðna einhvern pól, einhvern valkost sem mann finnst báðir vera mjög slæmir þannig að þetta svona þarna nú víst með að vera dálítið vont ég vona að vera ekki þannig að við þurfum að fara að velja á milli þessara tveggja vondu kosta en þriðji og fjórði kosturinn eða einhver annar kostur væri þá að eins og segir vera með alþjóðlegar stofnanir, eftirlitsstofnanir sem að hafa einhverja burði til þess að setja þeim mörk þessum auðhringjum sko og og þá vorum við komin með alþjóðlega stjórnmálamenn og þá vorum við komin með alþjóðlegar elítur og svona og þannig að þá tökum við þetta upp úr Alþingi og íslensku elítunum og gerum þetta og það svolítið til í Evrópu með Evrópusambandinu og þá svolítið komið með alþjóðlega elítu fyrir utan þessa stóru hringa í heiminum sem eru þá. En einhvern veginn finnst manni að það sé svona svolítið þörf á einhvers konar annars konar alþjóðlega með fullri virðingu fyrir einmitt mjög mörgu góð í Evrópusambandinu þá sé svona svolítið nýjir tímar að það þurfi að bregðast við þessu Sko við erum á mjög hættulegum stað sko. Ég er komin á þann aldur, komin yfir 70 ég get leitt að segja ég veit ekkert hvernig á að leysa þetta ég vissi það þegar ég var ungur en ég veit ekki núna og við höfum séð alþjóðastofnanir hvort sem við erum að tala um Sameinuðu þjóðirnar eða alþjóðaheilbrigðisstofnunina eða fleiri stofnanir sem eiga að stjórna, við erum með alþjóðasamstarf fiskveiðar í norður til verndurna fiskveiða, við erum alþjóðastofnanir allt og það getur verið tölverð spilling í öllu þessum og þær getur verið valdalausar og þannig að við höfum verið að búa til alþjóðlega apparöð til þess að stýra okkar sameiginlegu málum sumt virkar vel og annað ég veit ég má ekki nefna að NATO virki vel af því að það vill enginn heyra það en sumt virkar bara mjög illa þannig að ég ætla að leyfa mér að segja ég hef bara enga lausn á því sem við erum að tala um en ég ætla að leyfa mér að segja það að við
ég baði að koma hérna svona til þess að bara eiginlega setja þetta elítu umræðin á dagskrá og virkaði svona frekar sakleysislegt umræðin, ekki sakleysislegt en svona mikilvægt en við erum alveg við erum búin að vaða yfir mjög mörg erfið svið og hérna kannski endum ekki á NATO, mér langaði bara maður fara eitt erfið svið áður en hættum, það þetta með auðhringina og stílinn, svolítið svona eins og Bourdieu talaði þú veist, þeir sem eru valda elítur, þeir líka yfirleitt kalla til sín menningar elítu, tísku elítur, þannig að segja að þeir sem eru með völd, að þeir séu ekki bara í aðstöðu heldur einhvern veginn séu þeir svolítið töff á meðan þeir sem eru valdalausir séu púkalegir. Og það aðeins þetta sem mér finnst vera að gerast á Íslandi, allt í einu, að því eftir hrun manstu þá var einhvern veginn allt í einu svona ákveðið leyfi til að vera bara sveitalegur og púkalegur og eða bara vera svona bara eins og mönnum sýndist aðeins. Og mann gerði grína þessu svona staðlaða útliti sem kallaðist 2007 og þetta svona glamúr. Og þetta hefur mér aðeins fundist vera að koma aftur svona, maður tekur eftir því bara í skólunum. Hjá börnum, Já, það getur vel verið að þetta sé aldrei verra en verið hefur, Ég umgengst ekki þá hópa, Maður sér auðvitað, hvernig netið notað til að skapa ímyndir, en það auðvitað miklu öflugra verkfæri bara en verið hefur. Síðan sjáum við hvernig neyslusamfélagið var, þegar ég var lítill átti ég 1 bíl, þegar ég kemur til barnanna minna þá barnaherbergi alltaf lítið það svo mikið drasl og svona neyslusamfélagið, þetta ekkert nýtt með neyslusamfélagið og hérna þetta ekkert nýtt með ímyndarsmíðinni, þetta kannski tölvöld magnaðra, þetta kannski allt að magnast upp og svo náttúrulega hafa þeir ríku og fínu og voldugu sennilega alltaf verið leitt tískuna og aðalatriði verið ekki bara láta forseta Íslands kaupa bíl hjá sér, heldur að láta þá sem eru ríkir og voldugir vera í merkjónum frá sér og svo frá þess. Þannig að þetta allt saman þekkt en kannski að magnast upp. Þannig að við þurfum að vera vakandi fyrir elitisma á Íslandi og leyfa okkur bara að greina, alveg einmitt þú segir, ekkert vera þetta ekki skammakrókur, elita, en bara getum leyft okkur að tala frjálslega um elítur endilega og þar með og skilja eitthvað þessi völd, þar sem að völdum misskipt á Íslandi, ég held að flestir séu sammála það og til þess að skilja svona hvernig við eigum að reyna að skipta þeim betur og þá kannski mikilvægt að skilja þessa aldagömlu elítuhugsun. En við fyrir mikið lengra í dag, köllum til fleiri og þú verður kannski með mér ef að þú nennir í framhaldinu. Reynum að aðeins að taka þetta fyrir jól. Haukur Arþórsson, stjórnsýslufræðingur, hjartans þakkir fyrir að koma og ræða elítur. Já, takk fyrir mig. Og hlustendum og áhorfendum þakka ég fyrir að fylgja okkur eftir út í djúpið og við höldum áfram að tala samfélagið og það sem skiptir máli eftir smástund. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Já, ágættu áhorfendur og áheyrendur, til mín eru konir góð gestir. Steingerður Steinarsdóttir sem ritstjóri Lífðu-núna.is og varst lengi á Vikunni. Passar. Já, og Guðmundur Þórnar Ragnarsson, vélstjóri, vélfræðingur og sem að náttúrulega þú hefur Guðmundur settið í stjórn Lífeyrissjóðs eða SAST í mörg ár. Tilefni kannski fyrst og síðast þetta að ég hef verið að segja frá því að ég var eins að spila golf með manni og sem segir, hann var eldri en ég þá, já, en hann segir, aldrei datt mér í hug að ég myndi enda sem fátækt gamalmenni, maður sem var búin að vinna allar sína tíð og svo vaknar hann upp við það þegar hann hættur að vinna að þetta bara dugar honum ekki.
Þekkir þetta? Komið þú? Já, það þetta, sko ég núna, eftir ég hætti að vinna eða fór reyndar á stað með það fyrir 4 ára síðan að búa til svona verkefni eða fyrirlestra svona þessi starfslók og hvað verður staða með við starfslók. Og ég verð að viðurkenna það, þó ég hafi nú verið hann í verkalýðsbaráttunni í 15-20 ár og í stjórn lífeyrissjóðs 10 ára, þá hafði ég raun og veru kannski aldrei farið svona djúpt í þetta að skoða bara hver verður staðan. Já. Og vissulega það þannig að núna kannski fyrsta kynslóðin, það ég að vera 67 ára næsta mánuði, sem að koma inn á full verðtryggðan lífeyrissjóð, það sem við höfum borgað inn lífeyrissjóð alltaf tíð sem ég byrjaði á vinnumarkaðan 1980 og 81, að það ég að fá verðið tilbaka, það að raunvirði. Hins vegar fólki sem búið að vera að koma og að koma margi hverji sem að eru kannski ekkert með rosalega mikið lífeyrir og síðan náttúrulega bara ákveðin takmörk, þú færð bara ákveð upp á 760.000 frá Tryggingastofnun, þannig að fólk svona, ef þú ert ekki með góðan lífeyrir og annað og ert kannski í skuldum eða jafnvel á leigumarkaði, þá þetta ekki glæsilegt, ég alveg sammála. En sko, nú var ég búinn að vera í þessari ráðgjöf og með þessa fyrirlestra núna í 2 ár og það engin formúla fyrir þessu og dæmin eins mörg og þau eru, sko, skilur, það engin eins og staða sumra bara ágætt, skilur, annara bara mjög bagaleg, en það sem ég hef verið svona presentera sem aðal máli kannski þegar fólk að nálgast þennan aldur að fara tímalega, 62 ára síðasta lagi, að fara og skoða þetta fyrir staða mín að því að hvort sem þú ert illa stattur eða vel stattur hvernig sem það, þá verður að helst alltaf að fara í að gera kannski einhverjar ráðstafanir og ég hef kallað þetta svolítið að fara bara að byrja á því að vita hvað þú átt í lífeyrissjóð, hvað fara á Tryggingastofnun, einhverja eignir eða annað, þannig að það sem að þú gerir, þú ferð að búa til handritið þitt, þegar þú komið með allt saman inn í handritið, þá getur þú farið að gerast einhver leikstjóri í því hvernig þú hugsanlega getur eitt þessum síðustu ævi árum. Það svona mín svona hugsun, sko. Já, en þetta svona að sko ná þessum aldri sem allir vilja og einu sinni var ég að tala við öldrunarlækni og ég segi svona bara í bríi ekki verkefni eldast. Jú, og þá það eru 3 þættir sem skipta mestu máli. Það heilsan, það fjármálin og svo félagsmálin, þau skipta mestu máli. Það það að halda sambandi við þau sem yngri eru, að einangrast ekki vegna þess að vera ég hef nú lent í öðru eins eða vera með þessa dellu, heldur bara að hlusta á unga fólkið og taka þátt í þeirra upplifun. Þetta sagði hann, en þegar ég les vefinn þitt, þá hann þau fjörlegur. Já, sko, við náttúrulega í raun og veru höfum þá stefnu að við erum svona að sýna hvað þessi ár geti verið góð. Já. Þannig að við leitum auðvitað upp í fólk sem hefur góðar sögur að segja. Já. En þetta alveg rétt sem Guðmundur segir að staða fólks ákaflega misjöfn og þessi hópur kannski miklu fjölbreyttari heldur en fólk almennt gerir sér grein fyrir. Og það alls ekkert allir sem að eingöngu þurfa að treysta á lífeyri, hvort sem það úr lífeyrissjóði eða frá Tryggingastofnun og þess vegna hef ég til dæmis svollar áhyggjur af því að núna þá verið að tala að það þurfa að framlengja þetta ákvæði að fólk geti greitt niður húsnæðislánin sín með séreignarsparnaði. Við gerðum þetta, við erum fyrsta kynslóðin minn aldur og þinn sem að fær að greiða niður lánin sín á þennan hátt og það auðvitað mjög gott og það rosalega mikilvægt að eiga húsnæði þegar maður kemur á þennan aldur því að það svo mikið öryggi falið í því en það kemur þá á móti að við eigum minna til að dekka þessi ár og ég að tala við fólk sem sumt hvert komið á tíræðisaldur og það ennþá í fullu fjöri, hefur gaman að því að ferðast, hefur gaman að því að vera úti og jafnvel að skrifa, þýða bækur eða gera eitthvað og þú þarft fjármagn
til þess að geta gert allt þetta og það náttúrulega ákaflega erfitt og í raun og veru ómöguleg staða að standa uppi orðin gömul manneskja, jafnvel ekki vinnufær, þó að þú sért kannski ekki heilsulaus, en þrekið bara einfallega ekki mjög mikið alltaf og eiga ekkert upp á hlaupa og kannski ekki einu sinni öruggt húsnæði og þurfa að vera að borga húsaleigu. Og það sem verst að það eru konur sem að lang oftast lenda í þessari fátækragildru vegna þess að okkar lífeyrir alltaf lægri, bæði vegna þess að við erum á lægri launum og líka vegna þess að mjög algengt að konur hafi, og sérstaklega konur á mínum aldri, tekið einhvers konar hlé vegna barneigna. Og jafnvel fóru setna út á vinnumarkaðin, það var bara þannig. Akkurát. Og ég að sjá þetta mjög mikið í ráðgjöfunni hjá mér það eitthvað þessar konur, því þessi ár náttúrulega alveg rosalega dýrmætt þegar þú ert ungur, og sérstaklega núna, eða þegar eftir að lífeyrissjóðirnir sem var breytt þarna 2006 að verða aldurstengdir, það bara lítið dæmi að 10.000 krónur sem þú leggur inn í aldurstengda lífeyrissjóð í dag, 10.000 krónur eru að gefa 2.800 krónur á móti því þegar þú erum 60 þá færst að fá 700 krónur þannig að þessi ár eru rosalega dýrmætt að borga þá inn í lífeyrissjóð en ég alveg sammála henni í þessu varðandi þessa séreign. Ég hef alltaf verið rosalega mótið þessu af því að ég hef hort á þetta þannig að þetta svona bara plástur sem stjórnvöld grípa að láta almenning vera að borga með sparnaði sínum niður íbúðalánin í staðan fyrir að taka á vandamálinu og það rifjast upp fyrir mér í viðtali sem þú tókst við mig einhvern tímann 2018 og þá sagði ég við þig það sem ég sagði við Katrínu Jakobsdóttur þá 2018 var allt í volli en að í raun og veru þessi séreignarsparnaði sem fólk að borga inn á lánin, það eru þeir sem í lóðabraskinu hjá Reykjavík sem að heyrða þessa pening og enn sparna því að ég man alltaf eftir því að þú tókst þetta viðtal með þá sagði ég að sem sagt að ef að dóttir mér var að kaupa íbúð 3 herbergja þá á 40 milljónir og ég ætlaði að láta hann að hafa 10 milljónir þá færu þessar 10 milljónir að kaupa bílastæði bílakjallara undir 500.000 krónur druslunar. Þannig að við erum að horfa núna á, og ég bara nefndi þetta dæmi við erum komin í pólitík, að með lóðaverðinu og svona bílakjallaranum, þá erum við að horfa á byggingar sem verið að byrja á, og það eru konar 35-40 milljónir á þessar byggingar áður en skóflustungan tekin. Og svo verið að telja öllum trúum það að sé verið að byggja ódýrar íbúði fyrir ungt fólk og annað þetta. Og það þarna sem séreignarsparnaðurinn að fara. Í staðin fyrir eins og hún að segja, og ég að sjá það betur og betur í mínu ráðgjöf, Guð minn almáttugur, hvað verðmæti fyrir þá sem eiga þetta. Að hjálpa til. Já. En það svona, komið samt alltaf að því að þetta fjölbreyttur hópur, sumir hafa það bara mjög fínt. En svo það bara fyrir samfélag eins og okkar að það líðist að það sé fátækt fólk sem búið að vinna með áratugi og svo að loknu starfstíma þá bara fátækt sem tekur við. Ég veldi verið áður líka því að næstu lægstu laun eru lág. Það náttúrulega svo og hefur ansi lengi verið þannig að ef þú ert fátækur þá það bara ákveðin gildra. Það mjög erfitt fyrir mjög marga að komast út úr slíku og nánast ómögulegt í sumum tilvikum og sérstaklega ef að konur að baksa einar og á lágum launum með litla menntun og jafnvel fastar á leigumarkaði og þess vegna finnst mér svo gríðarleg synd að verkamannabústaðakerfið hafi verið tekið af vegna þess að það var alveg ofboðslega vel uppbyggt og hjálpaði alveg ótrúlega mörgum og ég myndi vilja óska að við fengjum eitthvað svoleiðis kerfi en það hefur bara líka alltaf verið rosalega erfitt að eignast húsnæði á Íslandi en okkur hefur ekki verið gefin neinn annar valkostur til þess að byggja okkur heimili en að kaupa vegna þess að leigumarkaðurinn hann bara þannig að það engum vænlegur kostur að vera þar og þess vegna svona
að mínu mati að þessi ár sem við erum að fara inn í eftirlaun árin, þetta eiga að vera bestu áræfinnar vegna þess að þú átt að hafa þetta tækifæri þarna til þess að leika þér. Þú færð loksins tíman sem þú hefðir þráð að hafa sem ungur maður og við öll til að ferðast og til að gera eitthvað og við erum bundin af börnum og uppbyggingu heimilis og við leggjum allt okkar í það og auðvitað sem ungt fólk þá hugsum við aldrei bráðum verði ég 67 ára og þetta kemur aftan að okkur öllum að við séum að verða gömul og þess vegna einmitt svo mikilvægt að vera búin að tryggja þetta öryggi að á meðan að þú heldur heilsu að þá hefur þetta tækifæri til þess einmitt að láta draumana rætast og vera til. En það, sko, heitir hún ekki Þórey S. Þórðardóttir sem hún sagði einhvern tímann við mig að sko lífeyrissjóðirnir eru búin að taka yfir meir en helming af greiðslu sko ellilífeyris. Að söku þess að út af þessum skerðingum. Já, það er náttúrulega sko, auðvitað það þannig og ég var með að skrifa grein daginn þetta sko, svona, ég kallaði hana átökumölli kynslóða að við erum náttúrulega í sko alltaf að ræða þetta og kannski má segja það svona til viðbótar áður en ég held áfram með það sem hún var að segja að ástæðan fyrir ég fór að búa þetta verkefni til fyrir 4 árum var einmitt þetta að maður var að hitta fyrir 20 árum einhverja kollega út í Skandinavíu Norður Evrópu þar sem komin svona og þú veist svona einhver eftirlauna menning og maður var að hlusta fólk kannski 50 fara að tala það hvað það ætla að fara að gera sko þegar fara eftirlaun þú veist við erum alltaf í sömu vertíðastemmingunni bara 67 ára maður, heyrðu, ég hef konar eftirlaun það enginn að hugsa sko alveg, en ég held kannski ástæði fyrir því að þetta bara töff að lifa á Íslandi og við erum alltaf að slökka einhverja elda í að borga niður lán og annað í verðbólguskotum og vesinni, þannig að kannski ekki fólk bara hefur ekki andrými kannski til þess að fara nógu mikið að skoða þetta en sko en þetta svo náttúrulega það náttúrulega stjórnvöld eru náttúrulega alltaf að reyna að koma þessum dýrasta pakka fjárlagana niður og þá náttúrulega og svo eru lífeyrissjóðirnir að koma en þetta átti náttúrulega að byggjast á þessum 3 stoðum og það verður þannig að verður haldið áfram að reyna að létta á þessum pakka sko. En núna sjáum við það að sko það 17% vextir á yfirdráttarlánum og það eru margar fjölskyldur sem þurfa að leita þangað. Og 17% vextir í 5-6% velborgu. Þetta alveg brjálæði. Og þetta fólk á hættu jafnvel að missa heimili sín sem bara gerist í hruninu það bara ræður ekki við þetta. Og það fólk ef það eru orðið 50 þá nú lítið svigrúm til að laga til fyrir ellina. Já, vissulega, en svo þetta líka að sumu leyti spurningum viðhorf. Að eins og þú varst að tala að fólk þarf að hafa heilsuna, það þarf að hafa fjármálin í lagi og það þarf að hafa tengslin. Og við erum að sjá það til dæmis að ég var skrifað inn á vefinn og hef skrifað töluvert einmannaleika. Hann að færast rosalega í vöxt í samfélaginu og það öfgarnir, það unga fólkið á milli sem sagt 10 ára og tvítugs og svona upp í 25 ára og svo eldra fólkið sem að langmest einmana og einmanaleikin hefur áhrif á heilsu. Hann dregur þig svo mikið niður að hann getur haft áhrif á hjarta- og æðasjúkdóma, hann getur kostað þig krabbamein og fleira. Þannig að með því einhvern veginn að viðhalda góðum heilbrigðum tengslum og kannski erum við allt og föst í því að allt þurfa að kosta peninga. Að við erum alltaf að leita eftir afþreyingu og gleðinni í einhverju sem kostar peninga. Af því að þú varst að tala að þú hefur verið á golfvellinum. Það ein af afþreyingunum og hún kostar peninga, hún mjög dýr. Heldur betur. En það bara svo margt fleira til að það hægt að fara hreinlega í göngur og gera ýmislegt sem að bara
ekki kostar og það náttúrulega eins það til dæmis að við erum að sjá það núna og eitt af því sem að hefur verið gert til dæmis í Hollandi til þess að draga úr einmanaleika. Eldra fólk að fara út í búð og þarf að kaupa í matinn og það getur ekki einu sinni tala við neitt. Það er enginn í búðinni til þess að hjálpa þér að finna ef þú finnur ekki grænubönurnar eða hangikjötið eins og skota. Það er enginn til þess að hjálpa þér af því. Og þú kemur hérna fram og það eru sjálfsafgreiðslukassar og það er ekki einu sinni kona á kassanum sem þú getur boðið góðan daginn eða beðið hjálp ef að þú finnur ekki kreditkortið þitt eða eitthvað. Og þeir eru búin að koma upp í Hollandi til þess svona sérstökum spjallkössum í stórmörkuðum og þangað getur fólk farið með körfuna sína ef það vill fá spjall og þar getur líka fengið aðstoð. Það er ekki vélmenni sem sagt. Nei, nákvæmlega. Þannig að þú getur fengið aðstoð manneskjunar þá við bæði að finna vörurnar og þá kannski líka við að finna ódýrari kost. Ef að það er ódýrari kostur að kaupa af þessari vöru og þetta finnst mér algjörlega ómetanlegt og eins það að til dæmis það búið að koma upp í sumum stórmörkuðum í Ástralíu og það var reyndar móðir fatlara stúlku sem átti frumkvæði að því að hún lét gera svona körfur, innkaupakörfur sem voru með stólum. Og þetta var vegna þess að hún þurfti að fara með mikið fatlaða dóttur sína í búðir og það var henni nánast ómögulegt að versla með hana í hjólastólnum líka. Þannig að geta sett hana í þennan stól og spennt hana en svo uppgötuðu þeir það að gamalt fólk nýtir sér þetta þannig að þegar það er að labba stórmarkaðinn að leita að vörunum þá getur það bara einfallega stoppað og sest í smá stund. Og það er svo margt svona sem við getum gert til að létta hvert öðru lífið og svona sýna að allir séu einhvers metnir og að við séum samfélag sem að viljum tengjast hvert öðru og styðja hvert annað og það finnst mér líka svo mikilvægt. Og auðvitað er bara númer 1, 2 og 3 og það er auðvitað bara sjálfsögð mannréttindi að við tryggjum öllum örugt og gott húsnæði og það er auðvitað óþolandi að í þessu samfélagi okkar sé fólk sem að býr í húsnæði sem ekki eru mannabústaðir og mér er alveg sama hvort að það eru erlendir verkamenn eða aldrað fólk og við verðum náttúrulega bara að byrja á því að tryggja það en svo getum við með svona smáum atriðum tryggt það að fólk geti haft það bara þokkalegt og einhverja ánægju stundi við daginn þó það eigi kannski ekki peninga fyrir stærstu nautasteikinni eða að æða út á golfvöll í tíma og ótíma. Já. En ég held að þú varst að tala um þetta fólk sem hefur erfitt þá er það nú þannig að auðvitað er það þannig á tyllidögum þá hlustum við á pólitíkina að tala um það að allir eiga áhyggjulaust ævikvöld og það óskum við öllum en síðan er það náttúrulega bara þannig og ég hef alltaf verið að velta þessu núna meira og meira fyrir mér að þessi hópur segjum bara 65 plus hvaða málsvara hefur hann fyrir sig til að reyna að sækja eitthvað eða verja eitthvað það er raun og veru ég meina verkalýðshreyfingin þegar hún hefur verið að gera kjarasamninga þá er einhverjir félagsmálapakkar og allt það allt miðast þetta við unga fólki eða eitthvað svoleiðis gamla leiðið verður eftir þegar verið að skera niður ýmislegt og annað alltaf í fjárlögum og svona það er engin málsvari fyrir þennan hóp hann hefur ekki ég var svona verið að hugsa að hann hefur enga aðstöð til að láta bara segja hingað ekki lengra skilur hvað meina þannig að þessi hópur er svolítið einangraður það vantar sterkari rödd já eða þá einhvern veginn að það sé þá það er allir að reyna að sækja þessa sjóði hver sem það er, unga fólki í miðjum aldri eða hvað, þannig að þegar kemur að því að þetta er bara eitthvað til skiptana og hvað er þá eftir, að þá verður þessi hópur svolítið afgangsstærð. Það er engin, eins og ég segi, þeir hafa ekki eitthvað svona öflugt, eins og ég sagði, en ef að þessi hópur, sem er orðið til dæmis það yfir 40.000 manns sem eru komnir á eftirlaun hjá Tryggingastofnun, ef hann næði nú að sameinast svona eitthvað,
þá gæti það nú verið bara hörku afl, sko. Pólitíkin er að hlusta á hann, veist, þú skilur hvað ég meina. En þess vegna kannski má segja... Hann er mjög ólíkur reyndar, sko. Já, hann er mjög ólíkur, en kannski dapurlega að þannig að hann er alltaf svolítið afgangsstærð. Og það fauk nú í mig í vetur, sko, ég meina þó að þetta sé ekki miklu peningar, en þá er þetta svona svolítið svona skilaboð, eins og þegar var að fara að rukka gamla fólki í sundlaugarnar, það var tekið af að vera frítt í Bláfjöllin, svo eru menn með eitthvað heilsu, átök og læti og líðheils og vesir, en og þetta er hópurinn sem væri sko mesta þörfina fyrir að hreyfa sig, að þá byrja að rukka og þetta fólk upplifið sig kannski líka, ég er búin að búa til þetta samfélagi að taka þátt í því, leggja mitt að mörkum, þetta þakklætið. Þegar ég er að fara inn á mín eftirlauna ár og svo eins og við segjum, þar við getum haldið náttúrulega það, allar þessar skerðingar sem eru til staðar, að þetta fólk má ekki reyna að bjarga sér, að þá er það bara skorið niður og svo má ekki gleyma því að ef það hefur nuldra saman eitthvað í bankana þá kemur fjármagnstekjuskattur á sparnaðinn þegar þannig að hann rýrnar í bankanum, sko. Þannig að þessi hópur, hann getur bara ekki hönd. Nei, getur bara ekki verið. Nei, og borið fyrir sig, sko. Þannig að það verður kannski breytinga bara að stofna stjórnmálaflokk fyrir gamlingjana. Talan þetta með lögina, að fyrir mörgum árum síðan þá tók ég viðtal við Þorvald Guðmundsson í Síld og fisk, hann hafði enn einu sinni orðið skattakongur. Já. Og hann var alveg bara, já, fínt, sko, þegar allra borga sem geta það, þetta er bara fínt að ég borgi mikla skatta og svona. Svo segir hann að það er eitt sem ég ætla ekki að gefa eftir. Og þá segir hvað er það? Ég fæ frítt í sund. Ég var 70, ég fæ frítt í sund. Hann tókti það svo gaman að borga allar þessa skatta og fá svo frítt í sund. En það var samt prinsip, sko, eins og þú veist að segja, sko. Já, þetta er svona ákveðið svona boðskapur og þannig að en eins og ég segi, það er bara því miður og sorglegt kannski að horfa upp á þetta að þessi hópur er svona, já, það verður bara, veist, að þú horfir á fjárlögin og annað og bara lyfjakostnaður og annað, veist, að þessi hópur er svolítið, já, hann hefur enga málsvara almennlegan nema svona titildöfum fyrir kostinga, sko, sem á ekki stæfikvöld. Eru sendt út fín bréfi alveg innihaldslaus, sko. En þetta nú samt, sko, vissulega er mjög mikið rétt sem þú ert að segja, en þetta er samt að breytast. Við erum auðvitað bæði náttúrulega flokku fólksins bara beinlínis stofnaður til þess að berjast fyrir réttindum bæði eldra fólks og öryrkja, en það er líka, við erum með landssamband eldri borgara, það eru landssambönd eldri borgara í flestum sko landsfjórðungum og víðar, þannig að þar er þetta fólk að koma saman og þarna er oft hægt að þrýsta á og koma ýmsu í gegn þó það hafi vissulega gengið hægt og það er alveg rétt sem Guðmundur segir að hinga til hefur þessi hópur ekki haft neitt gríðarlega sterka rödd, en það er líka að verða stöðugt meiri þörf fyrir þennan hóp, þannig að mér tel að á næstu árum muni hann einmitt fara að hafa meiri áhrif. Bæði náttúrulega er það vegna þess að núna er mjög algengt að okkar kynslóð sé að styðja börnin sín til þess að kaupa sér húsnæði. Við erum líka mjög mikið að styðja börnin okkar með því að passa börnin þeirra vegna þess að það er einfallega ekki leikskólapláss og við erum að gera ungum konum og ungum mönnum það kleift að vera út á vinnumarkanum einmitt með því að passa börn og gera það ókeypis og það er líka gríðarlega algengt sem að mér finnst snerti mig mjög djúpt þegar ég komst að því að eldra fólk sé alls konar sjálfboðavinnu. Það er í sjálfboðavinnu á vegum Rauðakrossins við ýmislegt, það er í sjálfboðavinnu í alls konar góðgerðarsamtökum og þetta er sá hópur sem oft heldur uppi svona góðu starfi og ef að þetta er ekki vænlegt til þess að skapa þrýsting á samfélagið ef að við myndum bara hreinlega fara í verkfall og neita að passa börnin þá er ég vola hrædd að það myndi fljótt fara að sjá á atvinnulífinu. Það myndi hökta í hér og þar. Já. Krakkar, ætla ég að segja. Við erum alltaf krakkar. Já, við erum búin að færa í gegnum þetta. Ég kannski á þetta að hóa ykkur síðar, en þetta er fín umræða og nauðsynleg. Steingerður og Guðmundur, takk fyrir komuna. Takk sömuleiðis.
Oddný Ævarsdóttir tekur við hjeflinu og gestur hennar Haukur Arthúrsson, stjórnlagafræðingur. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Við höfum verið að ræða dálítið líðan barna og líðan okkar allra í haust í kjölfarið á svona svolítið voveiflegum atburðum inni í Reykjavíkurborg og við höfum kallað hérna Rauðaborðinu ýmsa svona sérfræðinga og sem hafa reynslu af því að vinna með börnum og þeim sem líður illa, sálfræðinga og félagsfræðinga og skólastjórnendur. Það kom svona oftar en ekki í samræðunum upp svona eins og hálfgerð spurn einhverja aðra leið bara til þess að líta á vandan og líta á leiðirnar sem ættum að fara og þá varð mér að hugsa til gestana okkar í dag. Það eru góðir gestir, það Gyða Dröfn Tryggvadóttir og Ástvaldur Senki Traustason sem eru zen-iðkendur, zen-buddisma iðkendur og raunar eru þið nú meira það, þið eruð sko munkur og nunna eða prestur og nunna zen prestur og starfið meðal annars í er það ekki zen félagi sem heitir Náttagi? Jú, það passar. Verið velkomin. Já, takk fyrir það, takk fyrir að bjóða okkur. Þetta svolítið bólgin ingangur svona eins og þið virkilega bara koma með lausnina. Við erum ekki að fara kannski að finna það en og ég vil ekki Það var líka því að við vissum ekki hvernig við ættum að kynna okkur sjálf þannig að þú lendir í svolítið veðsynni. Já, þú ert líka tónlistarmaður og þið eruð við erum í allskyns, já. Og kennarar og meðferðaraðilar og ýmislegt sko. Þannig að þið þekki nú það er ekki komið á tómum kofan hjá ykkur þegar svona rætt ákveðna vanlíðan landans. Geti ekki tekið undir það að við erum svona sem einstaklingar oft föst í einhverjum vítarhingjum og kannski sem samfélag, eða hvað segir það? Jú, það er nefnilega bæði og það er svo mikilvægt að sjá það, finnst mér þannig að það er að því einstaklingurinn er hluti af samfélagi og síðan erum við í grunninn öll tengd, þannig að það þarf að líta á þetta sem og nálgast þetta mínu viti sem eina heild og að því við erum kannski vön því að skipta allir niður í box og svo lögum við eitt og þá skekkir það annað þannig að það hefur allt áhrif og svo mikilvægt að hafa heildarsýnina. Er ekki svona í buddisma yfir höfu kannski einmitt meiri svona hringhugsun eða svona tengslahugsun og ekki þetta svona afmarkaða boxahugsun eða hvað? Jú, það er líka, já, að því að þetta er vanlíðan sko, þá held ég að í buddismanum líka og í okkar iðkun að þá skiptir það svolítið miklu máli að sko að þekkja sína eigin vanlíðan og hvernig manni líður sjálfur því að beina athyglinni að manni sjálfum og hvernig maður er til og hver maður er líka að jú, það sko já, það er til stundum talað þessa þessa mannlegu þjáningu sem er buddhisma kallað samsara og það er með svona hringur. Það er maður kannski áttar sig á því þegar maður fyrir að skoða svona, ef maður skoðar sjálfan sig að maður er kannski alltaf að upplifa sig í kannski svipaðri stöðu alltaf aftur og aftur og maður kannski skilur ekki alveg af hverju það gerist. En svona þegar maður fyrir að skoða sjálfan sig og vera og bara, já, hlusta á sjálfan sig og sjá sjálfan sig að þá afhjúpa maður oft svona sín eigin þjáningaminstur sem að eru það er langt erfiðast að það er mjög auðvelt að sjá hvernig aðrir eru sjáðu þennan, hann er svona en það er mjög erfitt að sjá sjálfan sig. Já. Það er mikil áskorun. Já. Og það er svo líka skiptir svo miklu máli að sjá að það er oft svo djúpt við erum öll með okkar sár og við komum á einhverju umhverfi og foreldrar okkur komum úr einhverju umhverfi og bara getum farið í kynslóðirnar og aftur
og það er eitthvað sem að skilar sér áfram og við tökum við án þess að við vitum af því og við erum vana verur, ég getum sagt sem svo, talandi þessi mynstur sem við síðan festumst í og við sjáum ekki út fyrir þau. Þannig að við erum að horfa á hlutina frá ákveðnu sjónarhorni og viljum laga þá, en okkur hættir til að laga þá þannig þeir fari sama farið af því að við erum að horfa á það þannig og það er kannski þessi boxaskipting. En það er nú líka einmitt, ég fekk sálfræðing sem fór að lýsa því hvernig bjargráðin sem fólk lærir og verður sér út auka mjög oft á vandan og fara áfram inn í vítarhringina. Þannig að þeir eru svo sem að lýsa því, en leiðirnar sem kannski margir sálfræðingar fara eru ólíkar einhver leyti því sem að þið farið. Þið gerir svona hringhreyfingu bæði það er eins og þið gerir þegar að vandinn eykst, þetta svona eins og snjóbolti en svo gerir þú allavega svona, er að beina ljósinu eða beina skilningunum inn á við að þá farið þið svolítið í öfuga átt, er það ekki? Já, eða svona að sjálfum sér. Það er nefnilega ef að maður vill breytingu að þá er mjög gott að vera breytingin sem maður vill, því að annars er maður alltaf að benda á einhvern annan og þessi þarf að gera svona og við þurfum að gera svona og vandamálið við í rauninni í fyrsta lagi held ég að við nálgumst jafnvel ekki erfiðar aðstæður sem vandamál heldur sem eitthvað sem er. Það sem er bara í rauninni tjáning á okkar eigin hugsun og okkar eigin menningu og það sem kemur og það sem birtist er birtingarmynd okkar hugsana og í rauninni okkar það sem við myndum kalla okkar eigin þjáningamynstra og svo er þessi kollektífa þjáning þegar margir búa saman hver með sitt þjáningamynstur og allir að benda á hinn og þennan og þá myndast líka svona sem við kalla þessi kollektífa, við vantar íslenska orðið yfir það, þessi sameiginlega þjáning sem verður svona eins og sem er í rauninni bara áviðum samfjölu og svo stækkum við myndina út í heiminn. Já, og svo er það bara heimurinn og stríðin og þetta kemur allt út af ykkur. Þetta er ekki bara, verður ekkert, í rauninni ekkert sem að verður til eða getur orðið til í tómarúmi. Allt sem birtist er einhvers konar afleiðing. Þannig að við myndum horfa á það þannig að það sem gerist út í heimi, þó að það sé landfræðilega langt í burtu, að þá erum við alltaf að endurspegla það sem að af því að það er allt tengt, það gerist alltaf sama sem stundinni. Og zen-búddistinn byrjar ekki á því að fara í herklæði og reyna að laga vandan með því að vaða út í heiminn eða einhvern hátt heldur byrjar á því að snúa athyglina að sjálfum sér og aðferðin er hugleiðsla ekki, eða hvernig snúa menn við blaðinu svona? Já, en við getum alveg farið að stað og reynda að hjálpa og bjarga og það er ekki þar með satt maður eigi ekki að gera það, bjarga því sem að bjarga verður og hjálpa í aðstæðum, en jafnframt að taka sér alltaf stund á hverjum degi til þess að aðeins að skoða hver maður er og sitja með sjálfum sér og sitja með því sem er og það er það sem við gerum í zen og það er líka í það er svona sérstaklega þessi zen hugleiðsla er einmitt að sitja með því sem er og þá er það ekki bara einhverju sem er að gerast einhvers staðar annars, það heldur bara með sínum eigin tilfinningum, sín eigin líðan, fara að sín eigin líðan kvíðanum eða óttanum og öllu þessu sem við erum að upplifa og bara finna það og sjá það og sitja með því. Segjum stundum stríðið er nær en okkur grunar og það er á við okkur að ef við sem einstaklingar eigum erfitt með að eiga í samskiptum og eigum ekki heilbrigðu sambandi við okkur sjálf þá er það birtingarmyndin. Það er óhjákvæmilegt. En þessi aðferð er ekki svona bara
eins og kannski svolítið hefur tekið upp, það ekki af svona sölu aðilum, sko senmerki, það svona hitt og þetta sem er svona og senreikelsi já, sem sjálfast einmitt kannski af hennu góða og getur hjálpað, en ykkar aðferð hún nú aðeins svona nákvæm og ég hef prófað að þetta nú svona ekki auðvelt að sitja með sjálfum sér og það mesta áskorunin að mæta sjálfum sér og kannski það fyrsta að við myndum ekki vilja kalla það einmitt aðferð, heldur leið til þess að tengjast lífin okkar, að þetta snýst lífið okkar. Þannig að það ekki aðferð til að breyta einhverju, heldur leið til þess að nálgast lífið á þennan hátt. Í þessari innlægni að sjá það sem og vera með því sem Það er svolítið svona líka þegar maður les sko búddískrit eitthvað, ég hef ekki gert mikið, en það sem ég hef lesið það er mikil áskorun bara fyrir heilan. Það er eins og maður sé sko skólakerfi okkar sé byggt upp mjög mikið í ákveðinu rökvísi eða ákveðinu svona framvindu hugmynda og þarna finnst mér maður oft þurfa að lesa öðruvísi eða skilja eftir það ýmsar svona spurningar sem að vakna til dæmis eins og þú segir þetta með þetta sé ekki aðferð, þetta leið það ekki svolítið þannig að það ekki verið að breyting, sko, þið eru ekki að hugsa með ykkur og þið séu að breyta ykkur eða þið eru ekki að gera eitthvað mikið í vandanum eða hvað Nei, sko, en það gerist allt á sama tíma en það samt sko þegar að þetta miklu kannski skildar að því að sleppa tökunum að því að það að vera alltaf að gera, að vera alltaf að móka sig sko, úr þessari stund yfir á það næstu og bara móka sig þannig í gegnum lífi það gríðarlega mikil þjáning sem að bara felst bara í því vegna þess að þú gengst aldrei við þessari stundu að því hún aldrei eins og við viljum hafa hana þannig að það að viðhalda einhverju svona hugmynd eitthvað sem ekki einu sinni og reyna síðan að breyta þessu yfir í eitthvað sem þetta eiginlega dálítið galið sko og þetta krefst náttúrulega gríðarlegrar orku að bara standa í þessu þannig að hugleiðslan okkar að þetta spurjum það hún meira að bara sleppa sem að þýðir þá að við þurfum að treysta lífinu fyrir okkur að það í rauninni kunni að lifa og við séum hluti af lífi sem að sama á þitt líf og hluti af öllu sem bara birtist hér og nú og við séum ekki aðgreind að mitt líf ekki aðgreind þínu lífi eða lífi dýra eða bara í rauninni aðgreind neinu sem til Þannig að það sem kemur fyrir eitt kemur fyrir allt Já, þannig að í því það gríðarlega léttir þegar að það miklu erfiðar að viðhalda mokstrinum heldur en að segja bara ok, ég ætla frekar að bara sjá og ég ætla að treysta lífinu fyrir mér og bara það í því felst svolítið æfingin því að það að halda svona sterkt í hugmyndirnar okkar þetta kannski kynslu þetta er ekki bara eitthvað sem að við finnum upp hjá okkur sjálfum þetta bara já, þetta eiginlega bara held ég, mér finnst þetta bara að vera svolítið lífið og við höfum þennan möguleika að geta gert þetta. Að geta sleppt takinu. Og það að gera þetta að taka mjög skýra afstöðu með friði og jafnrétti. Það nú stórt eiginlega, það nú stórt skref að taka og það sem maður sér strax fyrir svona einhverju efasemdarraddir leðanlega að hugsa að það byrju og margir myndu óttast að ef þú ætlar að sleppa takinu og gera ekki neitt og hætta þarna eins og þú segir að móka sig út úr vandanum. En það fer ekki saman að gera ekki neitt vegna þess að það kemur bara frá gjörðin, hugsun og hegðun og viðbröð koma frá öðrum stað. Og að því þú nefndi skólakerfið og að við værum í rökhuganum að það líka svona það sem við komum inn og meiri skilningur á taugakerfin okkar og hvernig það að því við erum með þennan hluta sem þessi ósjálfráða taugakerfi, ósjálfráða viðbröðin sem eru varnar viðbröðin okkar og það má segja í aðstæðum eins og hafa verið að koma upp og í því sem að gerast í heiminum
að það eðlilegt að bregðast við í varnarstöðu, annarkvort að fara í óttaflótta og jafnvel frjósa og en það þýðir að við erum alltaf að bregðast við. Við erum ekki eins og myndu segja svara lífinu og það það sem gerist þegar við setjumst niður og við byrjum að átta okkur á, til dæmis taka eftir sér, já, ég finna hérna taugakerfið mitt er í þessari stilling og við sitjum með því og stundum það sagt að smám saman þegar við sitjum að þá þetta eins og með gruggugt vatn að svona smám saman að þá sest gruggið á botnin og vatni verður tært og það kannski það sem gerist að hlutinni verða skýrari af því að við erum þá í betri tengslum við okkur og lífið og þá sjáum við og upplifum það á annan hátt. Þannig að það er hluti af þessari svona einhvers konar rökvillu að hugsa að þetta sé ekki, það að sleppa takinu sé ekki ekki neitt og það að vera að iðka hugleiðslu eða að það sé þá sért að fara út úr samfélaginu og sért raunverulega að klippa þig frá lífinu. Þú ert að fara að lífinu. Þú ert að fara að samfélaginu, að þér sjálfum. Leðu fyrir að sjálfinu þá fyrir að lífinu. Í rauninu getur ekki farið að lífinu því að lífið er hér. Það getur ekki verið hvorki nær né fjær. Þannig að í rauninu þetta þetta bara orð sem maður reynir að nota til þess að segja að maður er að fara að einhverju en í rauninu get ég ekki farið að neinu. Því ég er alltaf hér. Þegar ég lapp út eftir þá er ég alltaf hér, alveg sama. Það hefur einhvern tekist að vera einhverstaðar annar staðar en hér. Þannig að í rauninu og þess vegna þetta ekki aðferð til þess að koma upp erfiðar aðstæður og það þýðir ekki það að við höfum þetta að gera allt sem við getum til að hjálpa. En við getum líka byrjað að kenna og verið sjálf og lært sjálf að bara prófa að bara stoppa þess, bara stoppa. Og bara finna hvernig það er að vera hér þú veist og þá getur maður ef maður hefur þá erið í sér að stoppa og bara æfa sig í því þannig að þetta er líka bara æfing og að gefa til dæmis bara sjálfum sér það að stoppa eða gefa börnunum sínu það að stoppa með þeim og vera með þeim snerta þau og tala við þau og bara stoppa hætta að moka sig yfir á næstu ég hugsa að það bara myndi mjög fljótt held ég það þarf ekki eitthvað maður þarf ekki að vera í 6 ári 12 ári og verða doktor til þess að við erum manneskjur og við lífverum við vitum hvernig við eigum að við kunnum lífið kann að lifa og við þurfum ekki að lesa okkur til það að ef við erum með börnunum okkar og við höngum í símanum og snúum baki í þau þú veist við þurfum ekki að fara í háskólan til þess að læra það við þurfum bara að stoppa En það hluti af því að tengjast af því að við erum aftengt og þegar við erum aftengt þá erum við ekki í nánd og þá eigum við erfitt með að gefa sjálfum okkur vera til staðar fyrir okkur sjálf og hvað það fyrir aðra og þar á meðal börnin okkar þannig að Rósi kennarinn okkar sagði alltaf að besta sem ég geti gefið börnunum ykkar að hugleiða að iðka lífið ykkar á þennan hátt vegna þess að þá getum við gefið þessa athygli því við erum oftar í henni og meðvituð hana en annars erum við aftengt og það þekkjum við öll og það sem gerist að þetta ekki annarkvort eða svo göngum við út í daginn og það ýmis konar áreiti og áföll og sem að dynja yfir en að geta eins og við segjum komið heim farið í andardráttinn og anda alveg niður í maga að þá getum við skapað frið hér og nú aftur og aftur þannig að verður breytingin þráttur að við séum að gangi gegnum erfiðleika þeir verða öðruvís það sem við göngum kannski gegnum það á annan hátt og tökumst á við það á annan hátt það er allavega reynslan í gegnum þessi 25 ár það eru miklar breytingar sem verða en fullir þáttakendur í lífinu en að
annars vegar erum við á fullu og stundum mikið að gera og hérna eins og þetta fá okkur í þáttum, það var bara heilmikið mál að finna tíma sem við bæði gáttum komið á sama tíma. Það er líka lífið okkar. En svo setjumst við niður og æfum okkur í að vera ekki þar. Það er að segja við setjumst niður í hérna hugleiðsluna til þess að tengjast og geta þá oftar verið tengd þrátt fyrir það sem mikið að gera líka. En eins og þú ert að segja fyrir ekki, þú segir að sko það sé ekki, maður þurfi ekki að fá doktorsgráði í því að sleppa takinu, og ef þú segir bara foreldra, já, sleppið nú samfélagsspilunum, verið bara saman, þarf ekki samt einhvers konar einmitt æfingu, einhvers konar vitundavakningu, einhver tól til þess að En þetta er ekki viðfangsefni sem sagt rökhugans. Nei. Þetta er viðfangsefni bara lífsins sjálfs og manneskjunnar. Og við erum svo margt annað en rökhugi. Við erum bara allar tilfinningarnar okkar og bara manneskjan, mannveran, það er maður, vera er eitthvað sem er. Við erum mannvera. En þegar við erum bara manngera, skilur, við erum alltaf að gera eitthvað, að þetta er að koma að lífinu á þennan hátt og læra að æfa sig í að vera hér. Það kallast að vakna. Það kallast vöknun. Að vakna til lífsins. Hvað er eiginlega mikilvægara en það að vakna til lífsins? Vakna til síns eigins lífs og vakna til lífsins með börnunum okkar og fjölskyldinu okkar og bara öllu samfélaginu. Að geyma aðeins skurðgröfturinn. Það er náttúrulega, það er kannski ef það fyrir svo mikill ofboðsleg orka í að slökkva eldana. Þannig að þá getum við sagt að þetta er bara að sjá hvernig kveikna er. Getum við komið í veg fyrir að þeir kveikni? Já, hvernig kveikna eldarnir, já, og getum við, þú veist, einmitt, í staðan fyrir að hlaupa og slökkva, þau sem hugsa bara ofboðslega mikið, en stundum þarf maður að gera það og það er alveg jafn mikið líf, hvort sem maður er á, þú veist, Miklubrautinni í háanna tíma, eins og að sitja í hugleiðslu, það er alveg sama kyrrðin, hún er allstaðar. Maður þarf ekki að fara neitt til þess að finna þessa kyrrð, hún er bara allstaðar. Og maður að taka þátt í nútíma samfélagi eins og okkar samfélagi, við gerum það bara alveg á fullum krafti. En maður gerir það á allt annan hátt þegar við vitum að kyrrðin er alltaf hérna. Vakandi sem sagt. Það er bara lífið vakir og það er vaknandi, allir hlutir hafa í sér vaknandi eðli vegna þess að þeir eru til, þeir hafa tilhneigingu til að vera til og þeir eru síbreytilegir og það er engin hlutur sem getur verið til í tómarúmi. Það verða allir hlutir að reiða sig á allt hitt sem er til, þannig að mitt líf reiðir sig á þitt líf og allt sem er. Hugsa, bara allt það sem styður mig til þess að ég geti verið eins og ég, loftið, vatnið, regnið, vindurinn, sólinn, veturinn og allt. Þetta styður allt við lífið. Þannig að það kemur líka ákveðin þakklætistilfinning. Þrátt fyrir allt. Að vera þakkláttur fyrir lífið, það er ekki eitthvað sem maður segir að maður eigi að vera, það er eitthvað sem kemur innanfrá. Bara að þakka fyrir þessa stund. Það er kannski líka að þú sagðir, það er ekkit sjálfgefið og maður bara slekkur ekkit allt í inn á símanum og leggur hann frá sér og hættir. Þetta er alveg flókið vegna þess að við erum vanadýr og það er erfitt að brjóta upp vanan og við reiðum okkur á hann vegna þess að hann heldur okkur aftengdum að hluta til. Þannig að það þarf auðvitað oft átak og ásetning og kannski mest ef ég færi mjúkuleiðina að vera opin og forvitin lífið og að hafa löngun til þess að vera tengdur og löngun til þess að því við viljum öll vera hamingjusöm og í tengslum. Þannig að, en það er ekki, maður getur sagt, þetta er hluta til einföld leið en hún er ekkit auðveld. En það er eitt skref í einu, þannig að þegar við byrjum, þá skiptir þetta svo miklu máli.
sé þetta stundum eins og þegar við erum í skekkju, þá erum við í ákveðnu mynstur og sjáum við allt lífið frá ákveðnu sjónarhorni, en við vitum ekkert endilega, þú veist, að við erum í skekkju. En það er svona kannski eitthvað sem er að vakna og svona eitthvað sem ég myndi vilja hafa öðruvísi. Og það er þessi löngun og forvitni að segja, ok, hvernig, þú veist, gæti þetta verið á einhvern annan hátt og við höfum þannig möguleika að finna leiðir, til dæmis hugleiðslu, til þess að vakna og það réttist svona úr okkur og fyrir hvern og einn sem að vaknar, það hefur svo mikil áhrif, þannig að hver og einn skiptir mjög miklu máli að því við reiðum okkur á hvert annað. Stundum finnst mér vera, já, fyrir ekki. Já, svo er það líka, það er þessi sko löngun til þess að skilja. Og svo finnst mér líka að lífið kallar á okkur. Þessi stundum kallar á okkur og segir, halló, ég er hérna. Þú veist, sérðu mig ekki, er þetta að fara eitthvað? Þú getur ekki farið neitt. Þú veist, það er bara, og það er bara stundum satt bara að hafa köllun. Kannski erum við öll með ákveðna köllun að því að við leitum öll, við vitum ekki hvað það er, en það er einhver tilfinning í okkur sem eins og sé kallað á okkur. Og þegar fólk kemur á námskeið til dæmis til mín upp í Sen, sem er orðið bara ansi vinsælt námskeið, að það kemur að ákveðnu, það er ekki bara að því að þau sá ykkur á auglýsingu, það er köllun. Það kallar á okkur. Löngun. Já, og það er það sem er svo skrítið í öllu þessu haveríi og þessum erfiðu málum sem við erum að upplifa. En það er alltaf friður hérna. Stundin er alltaf í sjálfum sér fullkomin, í fullkomni, hún er óbrotin og jafnvel í miðju stríði að þá er fullkomin kyrrð. Við bara sjáum það ekki. Og svo erum við hérna svart og hvít, þannig það er annarkvort huglega eða ekki og það verður of mikið og það mér finnst þetta of mikið og allt það, en þess ég segi hérna við byrjum smátt og vöknum smátt, það skiptir bara hvert einasta svona lítið skiptir mjög miklu máli. Þannig að við getum hugsað að við gefa okkur stuttastund, síðan getum við lengt hana, en það hjálpar til. Það hefur áhrif. En maður fyrir að hugsa þegar þið segið þetta hver og einn hefur áhrif og hver stuttstund í friði eða skiptir máli. Maður skilur að líka finnst mér einhvern veginn, ef maður hugsar hitt, þar að segja að því þú nefnir ofbeldi sko, og við vorum ég byrjaði hérna með vísun í ofbeldi barna að maður veit það að eitt ofbeldisverk skiptir miklu máli og breytir miklu fyrir mjög marga. Þannig að mann finnst stundum eins og hitt fái minni athygli, þar að segja friðurinn. Já, friðurinn. Hvað friðurinn hérna, við tölum minna það. Já. Þessi sem er ekki að beita ofbeldinu og næra að sleppa takinu. Það er svo mikil einhvern veginn. Það er svo skrítið að sko ofbeldi gerist í stund sem er fullkomin friður. Það er ekki ofbeldi og svo er ekki ofbeldi. Heldur þessi stund, það er svolítið erfitt að segja það, en þegar maður hefur eins og ég bara upplifið þetta svo sterkt núna að það er alltaf friður hér og nú, en það er þessi friður sem heldur jafnvel utanum frið og ofbeldi að því það er hérna allt til staðar. Ég skil þetta ekki samt. Nei, en ég skýr þetta stundum út. Ég var fyrir svona dálítið upplifun þegar við fórum til hérna Auschwitz við Gyða og hérna við vorum leitt hérna í gegnum hennan hryllilega stað og meðal annars gátum við og við gengum niður svona ramp sem að fólkið hafði gengið bara inn í gasklefa og við gerðum það, kona sem leitt okkur hérna. Og ég er svona að horfa í kringum og mér verður svona litið upp það akkur þegar ég er að fara svona inn í hurðina, inn í gasklefan og þá sé ég þarna svona lítið blóm sem er að blaktir þarna í vindinum. Og ég hugsaði með mér, já, það er alltaf friður. Þú veist, jafnvel í þessum óhugnaði,
þá vindurinn og fuglarnir, sjórinn í sínu, það hvergi ekki friður. Jafnvel á svona stundu. Það ekki alltaf friðsælt. Nei, en það bara ekki það að því við sjáum allt sem annarkvort frið eða ekki frið. Og þú veist, en þetta að sjá heild, það að sjá, þetta ekki, þegar ásýst af vöknuna þá hverfur þessi aðgreiningur. En þá líka ofbeldi í öllu, eða svona möguleikin ofbeldi? Nei. Já, það alltaf möguleiki á rugli, sko, eða ekki rugli, en bæði rugl og ekki rugl verður að gerast í þessum fullkomna friði sem þegar til staðar. Þetta ekki, þess getur rökhugurinn, hann getur ekki höndlað þetta. Nei. Vegna þess að hann verður að sjá aðgreint til þess að skilja. En þetta að fara að þessari stundu og finna að við erum hluti af öllu. Það að segja að þessi rökhugur hann stígur örlítið frá til þess að leyfa okkur að sjá að í hverju einustu stund fullkominn friður. Þetta ekki að því að ég lasi þetta í einhverju bók. Þetta bara það sem að ég upplifi. Þú upplifir og þú ert prestur, þú ert að raunverulega leiðbeina, fólki það ekki, má segja. Jú. Einhvern veginn. Við erum í því að þetta svona svolítið okkar staður og við höldum mikið upp á þennan stað sem á Íslandi nátthagi og og þetta okkur hjartans mál. Það hjartans mál. Og við viljum styðja við aðra líka og að því við byrjuðum að tala heildina og að því þú talar ofbeldi og við erum að kannski líka að koma að þetta ekki eitt aðskilið eitt ofbeldi og annað, þetta hluti af einhverju stærra, þannig að við, og þetta snertir okkur öll, þetta á bæði við einstaklinginn og samfélagið og það svo mikilvægt að við horfum sko í grunninn, af því að við ég segi þetta stundum að lýsa þessu við sko leka á þaki og svo erum við komið með rakablett á vegg og svo erum við að pússa og vonast til þess að lægist. En það auðvitað ekki fyrir við förum og lögum þennan leka að þá hættir þetta að koma fram. Förum upp á þak. Og það kannski það þegar við setjumst, þá erum við að fara að rótunum, við erum að fara inn í kjarnan. Og þegar við tengjumst þar og ef allir myndu sitja stund, allur heimurinn og tengjast á þennan hátt, þá held ég að enginn myndi vilja fara í stríð. Það eitthvað svona tengjast, klukka friðin inn í sér eða svona opna fyrir hann eða ekkert kannski sér gjörð, bara... Já, af því við erum öll eitt, við eigum það sameiginlegt. Þannig að það áður en að verður til hugmyndin hvað landsvæði sem ég á eða hinn á eða hvernig ég lít út og hinn ólingu. Við erum í grunninn öll frá sama stað. Eða hugmyndin aðgreiningu, af því það bara hugmynd. Að eitthvað sé aðgreind hugmynd. Af því það getur ekkert verið aðgreind. En þetta ekki viðfangsefni hugans, þessi aðgreinandi hugur sem fallegur hugur, það ekki verið að segja að það sé eitthvað slæmt, heldur bara að vera að benda á, og þetta það sem að rennur upp fyrir þessi egóið eða þetta sjálfið, þetta litla sjálf, það deyr, það fer frá. Og ég hugsa stundum að það hljóti hafa verið það sem að gerist á krossinu hjá Jesú, það sem dó á krossinu var hans hugmynd aðgreininguna. Og hvað var hann þá? Þá var hann bara eitt með föðurnum. Og ég held að þetta sameiginleg mannleg upplifun. Ég held að ef allir, hvort sem maður eitthvað múslimi eða kristinn, eða maður bara gleymir því og við erum bara manneskjur, ef við setjumst niður á þennan hátt, að því þetta sannleikurinn okkur, þá komum við að sama sannleikanum. En það ekki fyrir en við förum að segja hver hann sem við förum að rífast. En sannleikurinn bara sá sami fyrir allar manneskjur. Það hefur ekkert að gera með trúarbrögð í sjálfum sér. En hvar hugleiðsla í skólum til dæmis? Talandi aðgreiningu, þá erum við, við höfum ekki...
innleitt kannski svona þessa hugsun inn í skólakerfið því að við erum upphaflega kristin. Já, en þegar að hugleiðslu koma inn í samfélagið okkur, þá er hún einmitt notuð til þess að græja og gera. Sem ekki rétt, sko, nálgun, þá hugleiðslan, já, hún á að vera til þess að bjarga þessu og redda þessu og það verður til þess að þetta gerist en það ekki að því við þekkjum ekki þessa hugleiðslu við þekkjum ekki þessa að því hún ég veit ekki, ég alveg eftir að skilja þetta sjálf vegna þess að þetta svo einfalt þegar að þetta fellur frá þá þetta svo einfalt þá fara allar þessar hugmyndir bara frá. En ég skil vel að þú segir sko að hugleiðslan eigi að vera til að gera og græða þegar maður hugsar að hérna það sem nú tíbeski Trumpa skrifaði spiritual materialism eða efnishyggja hvernig raunverulega þetta andlega verður að einhverju tæki til þess raunverulega bara auka. Við fáum okkur bara förum bara í smá hugleiðslu til þess að vera þá duglegri síðan, já, svona smá púst og förum svo ruslumst og mokum áfram. Spiritual bypassing það líka talað að við í rauninni förum að einhverju en það við förum ekki raunverulega að. Svona andleg hjáleið. En þetta finnst mér, það sem þú ert að segja, þetta sé þannig gjörð til dæmis, en ef þetta, finnst þér líka það eiga við ef það er til dæmis, börnum þið bent á að hugleiða í skólanum eða hugleiða bara sjálf. Er það þá líka svona, finnst þér? Já, það verður einhverja sem veit að hugleiðsla ekki til að gera og græja að kenna þeim það. Það verður einhver að vita það að til dæmis það sem að við tölum mindfulness sem kom nú alveg rosalegum kvelli inn og núvitund og eitthvað svona en núvitund hluti af til dæmis búddískri iðkun sem á að leiða okkur að hún bara byrjunin. Hún ekki til þess að losna við kvíða eða til að losna við neitt. Hún bara til þess að fara að. Og þegar við komum að þá fyrir við dýpra og dýpra og dýpra. Hún leiðir okkur að til þess að sjá og spyrja sjálf sig hver finnur kvíða og hvað er kvíði. Og svo rennur þetta tvennt saman. Sá sem finnur kvíðan og kvíðin ekki aðgreint. En þetta þetta bara svolítið erfitt að segja þetta og ég heyri bara sjálfur að það einhverjar heilasellur sem að klessa á hver aðra einhvers staðar. En þær voða mikið hættar að klessa á hver aðra hjá mér sko. Það bara hefur bara svolítið fallið frá og það bara ekki að því að það einhver hugmynd eða eitthvað sem að ég las í bók. Ég held að sé erfitt að þú myndist á börnin að fá börnin til að gera eitthvað. Við þurfum að vera fyrirmyndirnar, við þurfum að vera þau breytingin, við þurfum að vera hjálpin og stuðningurinn en ekki senda þau í eitthvað heldur af því að þetta ekki spurningin það að gera eitthvað til þess að laga eitthvað. Við þurfum að rétta úr okkur, þá erum við búin að veita þeim skjól. Já. Og en þau getur nú samt líka það ekki byrja þess að þjálfun í staðan fyrir að senda þau sem gerð þú og svo kem ég þetta fyrst og fremst þurfum við að mynda eins og gera því að spyrja sér af hverju eru börn með vopn hvaðan kemur það þetta börnin okkar það ekki börnunum að kenna. Það ekki að hlaupa og afvopna börnin. Það það fyrsta sem fólk getur eftir. Jú, ef einhver með vopna þá þetta afvopna. En vandamál eru bara við sjálf. Og við vitum ekki hver við erum. Og þau eru að bregðast við. Þetta ekki einfalt, það kannski hljómar einfalt. Þau eru upplifa ógn. Það talað taugakerfi. Það stillingin á taugakerfinu þannig að við erum í viðbragðsstöðu. Börnin eru í viðbragðsstöðu og við verðum svo hrætt þegar við komumst að því að börnin eru með af því að við erum í viðbragðsstöðu. Já, það bara því að það gerist ekki sjálfu sér. Allt samfélagið í viðbragði. Þau stillast. Samfélag manna bara í viðbragði. Taugakerfi þeirra stillist út frá taugakerfinu okkar. Það það sem við erum að tala það sem ferist í gegnum kynslóð. Það gerist ekki sjálfu sér. Þau stillast ekki bara við erum með spegilfrumur sem að spegla við speglum á hverju einasta andartaki. Já, þegar að vísindir fundur nú þessar spegilfrumur, það var náttúrulega róttækt. Já, mjög róttækt. Samt líka við erum búin að vita þetta í 2600 ár
Buddha var fyrir 2500-600 árum, svo Jesú og svo margir aðrir kennarar sem hafa komið og sagt. Þannig að mér finnst nú alveg vera svona komin tími á að fara að skoða þetta aðeins. Og svo erum við að taka þessi element inn í buddísku elementin eins og mindfulness og svona inn í einhvern veginn púlíun okkar og bara pesta henni þar inn og þetta bara, það nú er nóg að þetta redda öllu sko. En það reddar einhver að því að við erum að nota þetta til að gera og græja, en þetta á ekki að vera notað til að gera og græja. Þetta tekið úr tengslum. Þetta er alltaf tekið úr, og það er það sem þetta snýst um. Við erum sítengt netið en erum ótengt, ótengdari. Þetta er bara, já, þetta er ekki, ég held að við bara hvetja okkur öll að við getum hvert og eitt verið sá eða sú sem stoppar þessa keðju. Við getum bara staðið upp. Það er möguleikinn hjá öllum og sagt, heyrðu, þetta getur ekki átt að vera svona og bara stoppað. Og þetta, það er alltaf því ég segi þetta, þá hugsa ég alltaf það sem Jesús sagði, bauð hinvangan. Hann segir, ég ætla bara að taka þetta högg og ég ætla ekki að bera það áfram. Að þar alveg þú má gera það sem þú vilt, en ég ætla ekki að bera þetta áfram. Þú ræður hvað þú gerir, ég ætla að bjóða þér hinvangan. Ég ætla að vera sá sem stoppar. En svolítið spiklaða líka er það ekki? Hann spiklar þetta, hann Já, ég sé bara að ef að þú lemur mig og svo kem ég og lem þig og þá, ef að þá hætta einhver tíman að þá þarf einhver að taka síðasta höggið. Að við getum ekki bæði bara núna og hvað ert þú búið með mörg högg? Það þarf einhver að taka síðasta höggið og segja það þýðir að bjóða hinvangan. Hann segir bara og við getum verið sú manneskja sem bara stoppar. Vöknum, stoppum og vakna til lífsins. Það kostar auðvitað, það þarf að þjálfa sig, sleppa mynstrónum okkar og þess sem við erum búin að venja okkur á í 60 ár, það getur tekið bara heilangan tíma, en það bara, fyrsta skrefið er bara að stoppa og bara segja, wow, ég er alltaf í sömu aðstæðunum og börnum mín eru svona og ég er bara helkvíðinn og alltaf í símanum og skjálti. Það er alltaf margir sem að, lenda inn á hælum eða inn á og lenda í burnouti og drekka sér hel og fara svo inn á og það eru náttúrulega ýmis ráð sem fólk lærir og til að slökkva eldana. Já, til að slökkva eldana, kannski einmitt svo ákveðin svona skringilegt tímabil þegar að fólk hefur játað sig sigrað og telur sig hafa sleppt takinu kannski, en sleppir því kannski ekki alveg, ég veit ekki. Af því að þetta liggur oft svo djúpt og það er svona líka hinn ángin af því sem við erum að vinna við einmitt að vinna með að skoða ræturnar, þar að segja bara í okkar lífi að skoða hvaðan við komum og hvaða áhrif það til dæmis hafa það okkur að alast upp í okkar umhverfi, hvað erum við að bera áfram og það eru áföllin okkar og þessi sem verða þessum mynstrum og við skiljum það ekkert endilega af því að það er eitthvað, við þekktum ekkert annað. Þannig að það er þess vegna sem svo mikilvægt að fara í og átta sig á hvað þetta snýst, því annars erum við ekki þá erum við alltaf aðra sín og erum að reyna að pússa vegginn af því við vitum ekki, það er leki, við vitum ekki hvar hann er. En þetta er einmitt þess að tölum aftur, þetta er svolítið róttækt að því að þú ert ekki bara setjast í hugleiðslu og einhvern veginn gleyma öllu, svolítið heldur þetta og bara verið í núin eins og núi sé alveg aftengt, bara núi í einhverju engu. Nei, þannig að þú ert raunverulega að horfast í augu við allt sem er og eins og einhvern veginn og þú ert að horfast alveg. Já, og skoða hvaða hugmynd þú hefur það. Þú veist, hvað er að gerast? Ef þú sest niður og bara ákveður að veita þér sjálfum athygli og þá þú situr í svona hálftíma 40 mínútur, þá færðu svona þverskurinn svolítið að því hvað þú ert að hugsa og getur bara tekið eftir því, já, kemur þetta. En þú leyfir því ekki að maður festist ekki í hugmyndum, maður verður svolítið bara vitni af því hvernig er að vera ég og það er það sem við köllum, það var hægt að kalla vitund, sem það er alltaf vitund sem er alltaf hér, það er eitthvað sem veit það er eitthvað inni mér sem ég get sem veit alltaf, ekki veit eitthvað, þú veist heldur bara veit að þetta er hér og svo erum við alltaf að analysera það sem kemur inn
en við sleppum því, bara leifum bara skoða hvernig það að vera ég akkurat núna, hvernig það? Ég var beðin einmitt að tala við Rósi sen meistarann einhvern tímann fyrir mörgum árum og mér fannst það mjög gaman áskorun að lesa og undirbúa svo var ég þá boðin að koma á svona og hugleiða, sitja í 3 daga og það, ég verði nú þá sko svo miklu erfiðara, miklu meiri áskorun heldur en þetta undirbúa spjallu og tala og svoleiðis. Það var svona, það var mjög mikil upplifun verði að segja. Já, að því að við heldur að hugleiðslega, hún svo miskilin, það alltaf þetta eins og það sé, eins og sen hefur ekkert með það að gera að slappa af. Nei. Þú veist, fólk heldur það mjög mikið og ég skil það mjög vel, ég skil það. Ég veit ekki hvað það og það bara ósköp eðlilegt að halda á það, en að hugleiðslega sé eitthvað að slappa af og þess vegna heyrir maður stundir, já þú ert alltaf í hugleiðslega þegar ekki, já ég fer nú til tenni meira, þú veist, eða þú veist, ég sagði já, ok, það þú veist, ég veit ekki hvað ég á að segja, vegna þess að hugleiðslega hefur ekkert með það að gera að slappa af. Það bara mjög gott að... En þess vegna líka gott að tala það og útskýra vegna þess að það eru ekkert margir sem endilega hugsa það og vita það og við þurfum að svona leggja okkur fram við að mæta fólki þar og ekki alltaf auðvelt. Eigum að benda kannski á, þið ekki með einhvern vef eða einhver upplýsingar? Sen.is, það nú einfalt bara, sen með setu sko. Já, og svo það Heill heimur og þar erum við svona á aðeins öðrum, annari svona setteringu að gefa styðja við fólk í svona viðtölum og samtali og við erum með námskeið og þannig að þetta eru svona 2 vettvangar má segja, annars er Heill heimur heillheimur.is og svo sen.is það sem er svona búddismin þó að grunnurinn okkar sé að koma alltaf það grunnurinn okkar er búddismin. Hvernig fóruð þið inn í þetta? Hvað var þetta? Sáðu þið auglýsingu eða hvernig heyrið þið þið og hvernig vöknuðu þið? Ég fór að því hann var byrjar að sitja þegar við kynntumst þá spurði ég hann. Það er 25 ár síðan? Það er meira. Nú? Já, 25 ár síðan ég byrjaði og ég sagði við hann, má ég koma með þér? Það bara ekkert mál og ég fór og satt í 40 mínútur sinnum 2. Ég var svo berjáluð þegar að hugleiðslan var búin af því að þetta var eitt af því bara erfiðasta sem ég hafði gert að sitja með sjálfri mér í þessari þögn, þetta var svo yfirþyrmandi og ég baði ekki heilt ár, ég sagði bara tala ekki þetta. Það var ekki talað þetta á heimilinu það sem ég hugsaði var bara það er náttúrulega eitthvað að þessu fólk hefur ekkert annað en að gera heldur en að sitja og þegja ég bara botnaði ekkert í þessu en það var samt eitthvað svona dýpra sem togaði það er kallunni, það er eitthvað sem kallar í og árið síðan vorum við komin upp á fjall í Kaliforníu og vorum þar í hálft ár það var ofbáslega góður en oft erfiður tími en já, þú kynntist þessu gegnum kennaraðinn í Boston, er það ekki? Jú, þegar ég lærði píanó, jazzpíanó, þá var kennarinn minn þar sko sen nemandi, það má segja að hann vissi sen og hann var samt að kenna mér á píanó en þannig bara vissi ég, eða svona, heyrði ég fyrst eiginlega þetta orð kannski og bara vissi samt ekkert hvað það var en mér finnst það bara svo mikilvægt að við vöknum til þessara stundar. Þú veist, það er ekki skyndilausn en það er eina lausnin. Og það er bara alveg svona. Já, það er engin önnur lausn vegna þess að þetta er heldur en að sjá það sem er. En það þýðir ekki að maður verði einhvers svona zombi og bara, þú veist, geta það er miklu skýrari hugsun og miklu einfaldara líf. En að spila á jazzpiano, varstu þá ekki að einhvern veginn horfast í augu við? Ég þurfti að horfast hlutin eins og þau voru? Í augu við vitlausu nóturnar mínar. En ég hugsaði með mér sko, þegar sko núna þegar ég hugsaði sko, mér þykir jafn vænt vitlausu nóturnar og réttu nóturnar. Það er bara mjög góður staður að vera á. Vegna þess að virðið mitt er ekki invested eða ég set ekki virðið mitt í eitthvað sem í mín mistök. Þau hafa ekkert að gera með
með það að ég sé heil manneskja. Ég alltaf heil manneskja áður en ég ger einhvað. Hvort ég gerir mistök eða gerir ekki mistök. Það til dæmis bara eitt. Og bara til dæmis að losna við það. Ef maður ekki setur ranganótur bara yfir í bara venjuleg mistök sem við gerum öll, veist. Að þegar maður gerir mistök að þá er maður mismunandi mikið þó, örugglega, að lemja sig niður og maður kannski virkar ekki þannig út af en inn á við, þú veist, að því að virðið er ekki á réttum stað. Virðið er hér og það er heildin eins og hún birtist okkur hér. Það er virðið okkar, það erum við. Það er þetta heila. Og það er bara, það er bara allt annað líf. Það er umbreyting. Og umbreytingin kemur svona bæði bara strax og smá saman og kannski ekki takt að tala það ekki kannski að útskýra það í tímanum hún getur komið sem hún getur komið sem svona innsýn svona allt í einu sér maður allt í einu bara hverfur aðgreiningin og maður fær að sjá en svo koma mynstrin aftur og mynstrin mín þau koma alveg sko og þau svona þú veist trufla mig aðeins en þau ná ekki að festast þau ná ekki að festa kvíði minn hefur sem að var nú fylgi Sveinn og ég þekki hann mjög vel kvíðan að það hefur eiginlega bara hann stýrir ekki lífinu hann stýrir ekki lífinu en það er stundum sagt að sársökin sé óumflýjanlegur en þjáningin er valkvæm þú veist, það eru þetta margt sárt í lífinu og það er ekki það en það er bara í hvaða jarðveg þessi sársöki fellur og hver lengi er hann í systeminu kannski allt lífið og kannski erum við að stýrast af áföllum og erfiðleikum allt lífið og bara við sjáum ekki leiðin út en það er alveg til leið að staldra við stund og hlúa hlusta og hlúa þannig að sér heyra hvað hjarta segir Við erum alltaf aldrei jafn vond við neina manneski okkur sjálf. Eða þú veist, við skömmum ekki held ég neitt nema eins mikið og ég stundum hugsa ef það væri einhver við hliðin á mér að hvísla í eyrað á mér þar sem ég segi við sjálf á mig. Ég myndi að hringja lögreglan strax. Já, en zen-búddismin, eigum við nokkuð að fara í þessu spjalli út í hvað greinir zen-búddisman ef við nokkuð að fara út í aðgreininguna frá öðrum búddisma í vakningunni og Nei, þetta er allt góðar leiðir og allt færar leiðir og allar þessar hefðir eru bara frábærar og ef við, þú veist, þetta er auðvitað líka í kristnu hefðinni þetta er í öllum þessum hefðum en senleiðin er mjög svona, hvað ég segja, bara svona beinskeytt með svona einfalt og bara afdráttarlaus og þannig að hún getur líka þannig flækst að því hún er of einföld að þá þarf ég ekki að gera eitthvað, á ekki að vera að gera eitthvað, þetta er ekki fyrir mig að þannig að það er bæði, þú veist, og þá er gott að hafa kennarar sem getur talað við En við myndum aldrei ætlast til þess að geta tekið þátt í maraþonhlaupi á þess að vera búin að hlaupa eitthvað og æfa okkur Þannig að þetta er æfing líka. Þannig að það á alveg það sama við það sem er innra með okkur og að tengjast því að það þarf ástundun og iðkun. Þannig að það lítur sem lögmálum, sko. Það er svo skrítið okkur, maður getur ekki bara sleppt strax. Já, svo furðulegt. Já, það er svona, en þetta er survival. Þetta er survival-kerfi. Það er svona, sleppum við ekki strax að því að þetta þessi að halda í og í viðbragðinu að þetta á sína rætur í því að lifa af og þetta er kynslóð þetta er alveg síðan við vorum einfrumungar í drullupalli þetta er alveg, þetta hefur ekki slitnað neitt síðan þá þetta er bara, og við erum með þetta allt saman í okkur, við erum alla þessa að hugsa ykkur að lifa bara þetta af og vera lífvera svona lífvera núna. Það er nú alveg magnað út af fyrir sig en að því leyti er líka eigum við auðveldra með að fókusurum á hætturnar og það sem er erfitt og af því að við erum það er viðbragðið, við erum tilbúin til þess að takast á við það eða bregðast við að finna leið til þess að lifa af. En vísindin hafa þau eitthvað kannavitið það hvort að
með hugleiðslu hvort náist einhvern veginn að hvort taugakerfi endurstillist eða Já, það hefur náttúrulega verið rannsakað mjög mikið og helsti svona bandamaður sen í dag og þessara vöknunar aðferða eru vísindin. En það er líka því að við skulum segja að það að vakna til lífsins, það er að vakna sem þýðir að þú ert miklu, eins og kennarinn minn sagði, it might save your life. Vegna þess að maður er ekki, að vera sofandi er að vita ekki hvar maður er. Þannig að ef maður veit ekki hvar maður er, þá getur ýmislegt verið að gerast. Þannig að slysum gerast að því að mikið, ég er ekki að alhæfa kannski, en mikið af slysum gerast að því við erum sofandi. Við erum í símanum á Miklubrautinni. Þú veist, þetta er bara að vera sofandi og við höldum að þetta streitukerfi er á einhverju fight-flight og þá séum við betur í stakk búin að það bara er að vakna á þennan hátt og sleppa þessu þýðir að maður vaknar og maður er miklu meira vakandi sitt nær umhverfi og bara allt. Þannig að því leitinu til það hefur með bara að lifa af að gera líka, bara við lendi ekki í slysum og Wow. Það er bara að vaka taka eftir bara hljóðum og bara það er ekki að þú ert í einhverju svona viðbragði heldur þegar maður er bara vakandi þá er bara þessi vitund og svo auðvitað streitukerfi kikkar inn ef það þarf að gera það er ekki þar með að verða einhver zombie þvert á móti við erum zombie, þetta er sofandi samfélag við erum meira lifandi, með því að vakna eru við meira lifandi, það er ekkert einhver svona Það er bara zombie, við erum bara zombíar þegar við erum sofandi. Það er bara þannig, við erum svona hvorki né. Við erum ekki alveg einhvern veginn lifandi en við erum heldur ekki alveg sofandi ef við einhverstaðar þarna á milli bara. Ég held að séu með margir og að finna alveg fyrir því sem að vilja og langar og eru að finna feta einhverja leiðir og það er að finna leið til þess að iðka lífið sitt, vera með lífinu. Ég held að það skipti, það eru margar leiðir til þess. Já. En það er, það sem þarf að stoppa. Og það þarf að vera, við þurfum að vera með okkur, við þurfum að heyra. Og við heyrum ekki gegnum annan hávaða ef einhver talar okkur í gegn. Það er öðruvísi heldur en að sitja með og heyra í sjálfum sér. Við þurfum náttúrulega líka þennan ramma, þú veist, það er ekki hægt að ákveða nú ætla ég að vakna og hvað ég að gera, ég bara að vakna, en nei, það er ekki hægt. Við þurfum þessum í seni til dæmis bara mjög formið er bara mjög sterkt og þarna kemur annað fólk og þarna er bara ákveðan og svona, þetta er eins og líka bara eins og í fótbolti að það eru reglunar sem gera, það er formið sem gerir leikinn skemmtilega, að það má ekki taka með höndum og svona, þú veist, það væri allt annað leikur. Þannig að sen er bara með svolítið skýran ramma sem allir geta komið inn í en það truflar mjög marga að þurfa, þú veist, það er svo margt sem truflar og það eru alltaf hugmyndirnar okkar sem trufla, sem eru fyrir. En inn í þennan ramma geta allir komið prestar, kristnir, hverjir sem er, því að þetta er bara þetta er bara mannleg iðkun. Það hefur ekkert að gera með eitthvað. Þannig að það þvælist heldur ekki því að til okkar koma líka prestar sem er að skoða og byrja að iðka á þennan hátt. Það er ekki einn á móti öðrum, það er ekki eitt aðgreint frá öðrum. Við veljum milli Jesú og Búdda og... Nei, þeir sögðu bara það sama nema aðeins á annan hátt. Og það eru þetta mismunandi vaknar, þú veist, fólk vaknar, það eru mjög djúpar vaknanir og það eru mismunandi, það eru allskyns svona vaknanir, það sem þetta á allt saman sameiginlegt er að þú vaknar til veruleikans. Sem er hér, það er mestir möguleikar á því að þú viti hvað þú að gera ef þú veist hver þú ert og hvar þú ert og þú getur gefið samkennd, kærleika og gefið börnunum þínum athygli og snertingu og það sem þau þurfa þá næringu og þannig getum við gefið hvort öðru næringu. Þú veist, mér finnst það að vera mesti, þetta er ekki svona að græja eitthvað, þetta myndi taka alveg
En við þurfum að vera að vinna í þessu. Við þurfum að vinna í því að vakna og meðan þurfum við líka að vera að slökkva elda því að það er svo margt sem er í gangi. Þú veist. Já, eitt útilokar ekki annað. Nei, við þurfum að gera bæði. Við þurfum að gera bæði að það er eldur. Ef kveiknar eldur hérna, nei, ég er að athuga hvernig kveiknaði. Nei, það er ekki alveg það. Við þurfum að slökkva eldana. En við þurfum að vinna. Að því að fara rótunum og grunninn. Við verðum að gera. Vilja, hlúa að og veita, vera með lífinu, ekki vinna mótið því. Já. Því lífið er ekki hugmynd. Nei, lífið bara lífið. Akkurat. Kæra þakki fyrir að koma og ég vona hlustendur og áhorfendur hafi svona, ég veit ekki, fylgt okkur eftir kannski í bara þessu, maður þarf svona svolítið að snúa einhverju í ekki bara í huganum heldur öllum. Má ég hvetja hlustendur til að bara koma, þú veist, að hafa samband við okkur í sen.is, sen.is. Af því að það er það sem við viljum fá fleira fólk í að bara vakna með okkur. Það er opið hjá ykkur. Við erum með dagskrá. Það er dagskrá allt árið, en þú veist, yfir hásumarið kannski. Þú þarf ekki verið einu söfn eða svoleiðis, það er bara með mig að koma. Það er bara með allir koma og þetta er bara einfalt og bara Og takk fyrir að koma hinga til okkar. Takk fyrir að fá okkur, bara rosa gaman að koma til. Já, mjög svo gaman. Svo spennt við erum alveg. Já, mjög gaman og svo einmitt þetta stoppa, þá bara, mann langar eiginlega til að halda áfram bara mjög lengi en koma til ykkar aftur. Það er Gyða Dröfn Tryggvadóttir og Ástvaldur Senki Traustason. Kæra þakkir fyrir að koma og segja okkur frá sen og frá hvernig við getum vaknað. Já, takk fyrir okkur. Og hlustendum og áhorfendum þakka ég kærlega fyrir að vera með okkur og eftir smástund höldum við áfram að ræða málin. Þarftu að tala af borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Já, ég hef stundum nefnt að það sem hann fer er fólk ofta að tala við mig samstöðuna og benda á eitthvað. Já, það er náttúrulega mjög oft bara fólk að þakka fyrir og svona, en svo er fólk að nefnir eitthvað sem að vill að vera tekið hérna til umfjöllunar eða benda mér á viðmælendur og ég reyni ofta að verða fyrir því, nefni það stundum hérna til þess í helgispjallinu að það sé óskalög sem eru tekið fyrir, eitthvað sem að hnifti í mig og spurði af hverju ég vill ekki tala við þessa eða þennan. En oft ég labba heima þá hitti ég herra Einar Sigurð Jónsson sem að situr hér. Já. Og þú stingur því oft að mér að ég ætti að taka viðtal við þig. Já. Og þú ert hingað kominn. Já. Og hvað viltu tala um? Mannréttindi. Mannréttindi? Já. Og hvað? Sko ég vil tala um mannréttindi geðsjúkra. Já. Sko nú er ég búin að vera innan geðkerfisins í 32 ár. Og ég er búin að taka Hippókratareiðinn og það er siðferðisleg skylda læknisins að lækna sjúklingin. Já, hann getur það. Já, það eru liðin 32 ár og við erum búin að ná þessu á 32 árum. Búið að lækna þig? Já. Ok. Og en það er eitt sem ég teka eftir þegar ég fyrir ná geðdeild, ég gera það sjálfviljugur. Ég er ekki sjálfræðissviptur eins og ég hef verið. Þegar ég var inn á Kleppsspítala 1992, þá var ég lokaður og læstur inn á deildinni. Og ég spyr mig af hverju er við geðsjúklingarnir læstir inn á geðdeildum, af hverju er ekki bara opið eins og í hjartadeildinni? Hver heldur þú sé ástæðan? Sko, geðlæknar vilja beita þessu úrræði sjálfræðissvipting og neyða sjúklingarna til þess að læknast. Ég er ekkert alveg viss á því, samkvæmt minni reynslu eins að þekking kunnát og getu og öllu því, að þá er ég ekki svo viss að þetta sé rétta leiðin. Ég er búin að skila mér, ég er búin að vera að vinna mikið sérstaklega síðustu 21 árin með hippokratísku geðteymi, það er náttúrulega læknirinn, það er lyfjalæknirinn og hjúkrunarfræðingurinn, það er sjúkraliðinn, iðjuþjálfinn og svo er alltaf leini geðlögreglumenn, það er félagsfræðingurinn og geðlögfræðingurinn. Ég er búin að kynna mér það eftir hverja einustu innlög, þá er rétt á lögfræðingi. Og ég hef verið inni á geðdeildum og ekki bara verið lögin brotin á mér af teimum, hippokratísku teimunum,
heldur og sjúklingurinn líka. Og nú ég bara komin til sjálfsmýns aftur og ég búin að vera mikið að reyna í áraræðir að finna sjálf mig aftur og ég gat það loksins. Og það sem var að mér, sko, það var sjálfsmáls þráhyggju áráttu röskuna geðveiki. En þeir, sko, ég búin að lækna það, en það sem að gera mig geðveika eru sálfarir. Hvað það, sálfarir? Þá fer sálin upp úr líkamannum. Og sko, ég... Þá sérðu þá utanfrá? Já, fyrst þegar ég fyrir sálfarir þá fer ég úr líkamannum og upp í loftinu heima hjá mér í herbygginu og horfa sjálf mig í rúminu. Og það sannar fyrir mig að það til líf eftir þennan jarðneska líkama. En þetta ekki þá bara andleg reynsla? Þetta nokkuð geðveiki? Þetta ekki geðveiki, þetta andleg reynsla. En sko, ég var fyrst sjúkdómsgreindur sem paranoid schizophrenic manic depressive og svona geðklofi og ég vil meina það síðan var þau öllu breytt í geðklofa en ég ekki geðklofi og ég ekki paranoid schizophrenic og ég manja, sko, þú veist, það er bara vaka og Hvað meinarðu með að þú sett ekki skitsofrenískur? Meinarðu að það sé ekki algildi lýsing á þér og að þú sett bara venjulegur maður sem vill svo til að með skitsofreníu? Áttu við það eða áttu við að þú bara sett einfallega ekki með þennan sjúkdóm? Ég vil meina það ég einfallega ekki með þennan sjúkdóm og ég vil meina það að sko það hefði nú alveg mátt sko ég vissi ekki hvernig ég átt að fara að því skilur og má segja að ég hafi lent í slysi og það endaði ég réðst á stelpu, ég vissi ekkert hvað ég átt að gera, ég kunni ekki að fara til læknis og vissi ekki hvert ég átt að fara á, þetta var bara hróp og kall að hjálp og svo koma lögregluþjónar að handtaka mig, ég býð bara eftir því og þeir gerðu ólöglega handtöku þetta endar upp á Hverfiskoti og þar lamin af lögregluþjónum í fangaklefanum. En ef þú ætti að skaða stúlkuna þá getur það verið ólöglega handtaka? Það verður að taka þann mann. Sko ég fer í síðumálafangilsi og þar fæ ég lögfræðing og ef ég hefði verið sakhæfur þá hefði ég verið áfram í fangilsinu og hlotið dóm en ég enda á Kleppi og það var alltaf eitthvað svona lögregluríki en sko ég var í fíknin og eiturlyfjum sem ungur maður og þeir koma 7 fíknarlögreglumenn heim og brjóta með lögin. Hvað þarf 7 menn? Akkur kom ekki bara 2 og töluðu mig til og svo stjúpið látin taka þátt í þessu sko. Þetta verður svo rosalega vekjandi og þrungið sko. Þetta er þess að þeirra að vera að handtaka þig, þeirra að vera lokað inn á geðdeildum að það er svo mikið ofbeldi að það verður eiginlega meira heldur en sjúkdómurinn Það er nú margir sem að upplifa það. Ég var eins og á Kleppi og þá hafði ég líka þessa tilfinningu að það að vera lokaður inn á deild væri eiginlega stærra atriði heldur en sjúkdómurinn það væri meiri vandi hjá sjúklingunum heldur en sjúkdómurinn. Já, sko, ég skoða þetta mikið, sko, ég nefni brot, sko, einu sinni var frú Gwendolyn geðhjúkurinn og kona mín, hún sko, geðlæknar voru alveg búin að á henni með traust mitt og svo var ég að fara hvort ég var að fara frá deild eða fara út að reykja og þá leiður hún mér að heyra hvað er stimpilklukkun og þá kemur eina aumingi. Hvað er það? Þau bara segja ég var aumingi. Þetta er náttúrulega bara rangindi og hreint og klárt mannréttinda brot. Lögmenn. Já, það er nú oft kastað í mann einhverju skít og skömm, þannig að það er kannski ekki... Ég meina það er algjör óþarfa að vera nálgast geðsjúkling sem er búin að sko fara inn að trúa og treysta á geðlækna og annað og svo kemur það í ljós á stimpilklukkunni að þá er ég bara kallaðar einar aumingi og þú veist hvað var ég með einhverju aumingjaveiki, sko. Ég er það ekki, sko. Þannig að það er líka vanvirðing. Það er óþarfa ofbeldi og vanvirðing. Þegar maður er haldinn geðsjúkdómi sem að þú reyndir efast að þú sitt haldinn. Já, ég vil meina það að á 32 árum allt í allt að þá sé lækningin bara komin. Þegar finnst þú verið í góðu standi? Já, aldrei betri. Sko, ég er búin að skoða alla geðsjúkdóma og
sko maður hefur svo mikla reynslu innsæði og þekking kunnáttu á geðdeildum sko. Og En Einar, þú til dæmis klæðir þig á sérstaka máta með hatt og svo náttúrulega með þetta mikla skegg og þannig að þú ert ekki svona falla í hópinn. Ég náttúrulega sker mjög úr, ég er ekki eitthvað til því, ég er bara að benda á að þeir sem að gera það, sem að falla ekki inn í hópinn, að þeir fá oft svona einhverja hrakyrðingar á eftir sér og eru uppnefndir eða taldi vera skrýtnir eða það er svona ekki mannfélagi getur verið grimt og goggaði þann sem er öðruvísi. Það getur verið rosalega grimt en ég meni ég getur verið grimmur sjálfur skilur bara á móti. Ég en loksins búin að fá vitið mitt aftur til þess að vita og vernda það sko að halda ég láta ekki stela vitinu frá mér og allt það skilur. Og sko ég vil meina nei, ég vil meina það ég sé komið fyllt vit sko aftur. Veit minn aftur, veit hvernig ég svara fyrir mig eða svara ekki sko. Það finnst þér að samfélagið eða mannfélagið eða hvað kallar það að það viðurkenni það ekki að þú sért með viti búin að finna vitið þetta aftur. Það er komið sko. Þannig að þú færið virðingu og þú færið það er gott að vera. Sko það er náttúrulega kristast allt á sjálfsverðingunum sko. Verið maður sjálfan sig þá verið maður líka aðra og þá náttúrulega fær maður það gagnkvæmt tilbaka sem maður leggur í samfélagi. Skilur þau? Já. En þú býrði ekki eitthvað staðar á Hverfisgötunni eitthvað? Ég hitti alltaf á Hverfisgötu að Laugavegi. Já, ég var heiðraður og settur inn í fyrstu sambýlisblokk fjölbýlishús á Íslandi á Bjarnaborg. Flutti það upp í skólatún, Brítatún og bara fer mjög vel mig sko. Það er náttúrulega heilbrigðisréttindi minn, það er félagsréttindi minn, það er veraldlegur minn skiluru og ég hef sko það sem að gerðist hvað var það 2002 gerðist það þá var hún frú Artrúð Karlsdóttir á Sögu, hún sko aðgangurinn aðeins og það var kona út í porti þar sem ég var að leigja sem legði upp á móðu mín og hún var að hóra að selja sig hana. Svo þegar ég fer inn í íbúðinni auðvitað átti ég bara að fara og banka og sjá hvort það var móðu mín en ég trúi ekki upp á móðu mín og sé að selja sig skiluru. Við erum bara stórvirkt fólk og gerum ekki svoleiðis og höfum okkur ekki svoleiðis. En hún misnotaði dagskrárgerðarvald mitt. Nú er ég búin að vera dagskrármaður alveg 34 ár. Það er búin að vera? Já. Það varst það fyrir? Sko ég byrjaði 17 ára með útvarpsþætti skiluru. Tók alla dagþætti, kvöldþætti, næturvaktir og allt það. Og hún misnotaði dagskrárgerðarvaldið sitt og fær mig til þess að kveikja í íbúðinni og fær þið til að kveikja í íbúðinni? Já, en ég verð náttúrulega að taka ábyrgð á því að ég kveikti sjálfur í skiluru. En ég hefði aldrei kveikt í ef hún hefði ekki sagt mér að svo skiluru. Ég fjall bara gildur á þannig. Var hún að segja í útvarpssögu eitthvað skilabótið þín þar sem þú varst í íbúðinni og þú kveiktir í íbúðinni? Já. Þetta hljóma nú... Svona réttur að svara fyrir móðið sína en sko þarna var ég bara brendur út á götu en Einar, þetta hljómar svolítið eins og skizofrenia sem að maður er að hlusta útvarpið og finnst útvarpið verið að tala til sín persónulega. Nú er ég dagskrárgerðarmaður sjálfur skilur og ég báð megin við skilur maður náttúrulega verður að vera ábyrgur orða sína í fjölmiðlum og maður á ekki að láta misnota dagskrárgerðarvald sitt til þess að nýðast og koma einhver höggja á einhver andstæðingi. Það getur alltaf búið ábyrgð á því hvernig einhver túlkar það sem maður er að segja þannig að hann kveikir í húsinu sínu. Já, en hefur hann ekki bara mátt sleppa að segja þetta? Ég held að henni hafi verið alveg ómögulegt að sjá fyrir hvað geti gerst. Já, þú veist, sko, ég var að leigja henni sína og stakkaði með röddina á brýndana sem ég var alveg fullan tjáningarétt á. Og þá var ég henni að gera það útburði. Þá var mér hent út, skilur, og þá brotið á mig heilbrigðisrétturinn, félagsrétturinn, skilur, veraldlegarrétturinn, til griðhelga og friðhelga, bæði líkamann, skilur, og alveg heimilisins. Við erum all griðhelg og friðhelg, bæði líkamar og þessi 21 element sem er inn í líkamannum og sem er lifið okkar og alveg með lögheimilið, skilur. Þetta er griðhelgjur og friðhelgi staðir og öryggi, skilur. Maður þarf að eiga öryggi. Hvað á að gera við mann sem að kveikir í herbygginu sínu? Sko, ég hef nú þegar
lögmaðurinn minn kom, þá hefði nú viljað hann hefði yfirreiknið betur, skilurðu, og fara bara yfir þetta og rætt þetta. Og mér finnst ég lögkröfur rétt á hann Arþrúður Karlsdóttur fyrir þetta. Og já. Og svo líka annað sem ég hef verið, ég er búin að vera að upplifa mannréttindabrot á hverjum degi áratugum. Og ég hef farið á lögreglustöðina, þeir hafa aldrei viljað leyfa mér að leggja inn ákæru. Ég hef aldrei fengið að kæra. Fólk hefur notfært sér og nýtt sér þetta og vita það, skilur. Nýtt sér hvað? Ég fæ ekki að ákæra hjá... Þú náttúrulega ekki, það er saksóknari sem ákærir en þú getur kært sem borgari. Já, ég er að tala um það, að ég fá að koma inn sem borgari og ákæra. En af hverju ferðu það ekki? Ég veit það ekki. Og hvernig ætlar að kæra? Nú, þann sem að brýtur á mig glæp. Já, eins og hver? Afbrotum yskirur á mér. Já, eins og hver? Það er stundum nágrannar, skilurðu. Stundum er það bara fólk út á götu, skilurðu. Og þegar að þetta er orðið svona alvarlegt að þá verður maður náttúrulega að fá lögrétt sem til þess að ákæra. Og einhvers stað verður þetta að stoppa, skilurðu. Það var bara heilbrigð eðlileg leið þetta fari til saksóknara og lögmanns. En getur ekki verið að sé hluti af sjúkdómninum að þú upplifir einhverja ógn af nágrannum þínum eða það sem Arþrúður segir? Nei, það hefur ekki með sjúkdóminn að gera. Nú vil ég meina að það er svona læknaður, skilurðu. Já, en þegar að það hefur verið, þú hefur verið með þennan sjúkdóm á undanförnum 30 árum, eða ert að segja að þú hafi bara aldrei verið með hann? Ég er að segja að ég hef aldrei verið með hann, alltaf rangar sjúkdómsgreiningar. Þú veist, þessi ósvanna geðklofi, paranoid, ég hlusta á lag með Ozzy Osbourne og Black Sabbath og það læknaði þessa paranoid. Þessi paranoid mín er svo ósvanna kendir af það var bara einhver ímyndaður óvinnur sem er ekki til. Sem varst með? Já, þannig var það. Þú veist, ásarhettur, skeldur, óttaðist, skilurðu. Og það getur leitt til fötlunar og lömunar, skilurðu. Og ég, fyrst þegar ég byrjaði, þá vissi ég að það var eitthvað, en ég vissi ekki hvað það var. Ég tók ákvörðum að 10 ára gamall að vera Nóbelsrithöfundur. 17 ára byrjaði að sinna því fyrir 34 ára síðan og voru borgarbókar að byrja að lesa. Og svo hef ég verið að rita og skrifa og skálda og ég er búin að finna minn stíl sem ég veit alveg ég fæði þessu verðlaun. Og hvar voru við? Já, við vorum að tala þú varst að tala að þú hefur ungur ákveðið 10 ára gamall að vinna Nóbelsverðlaunin í bókmyndum og byrjaði 17 ára að lesa og þú væri búin að finna þína eigin rödd og væri sannfærður að þú myndir fá þessi verðlaun. Ertu búin að skrifa mikið? Ég er búin að skrifa rosalega mikið. Ég tók 25 ára lestur og skrifaði svo ritgerðir í 5 ára eftir það. Þannig að það voru 30 ára og svo þurfti ég að hvíla með það skilurðu. Og það kom mér þreyta en ég á 30 ára skáldamæli núna. Og ég þarf náttúrulega að taka upp pennan í daginn og klára þessar ritgerðir og verðritaðir. Ég er mjög með pólitískar ádeilur og alls konar. Og hefur birt eitthvað af þessum skrifum? Ég hef látið prenta bækur eftir mig, En svo, þú ert með húsnæði, ágætishúsnæði, og þú leggur þig sjálfur inn á geðdeildir stundum. Það er langt síðan að vera sviptur eða ekki? Jú, mjög langt síðan og það kann ég mjög vel að meta, Að geta farið og leitað inn á geðdeildir? Já, og til geðlækna og annað, Þannig að finnst þér að það sé vel tekið á móti þér, að þér sé vel sinnt í samfélaginu? Þú ert með húsnæði, þú farið heilbrigðisþjónustu. Þú er yfirleitt glaður þegar ég hitti þig. Já. Já, það er bara þannig. Já, hvað björnsinn var. Já. En svona félagslega lífið þitt, ertu sterkt félagslega tengdur? Já, það er ég Stundum er fólk sem er inn á geðdeildum og á við gæran að vanda stríða, það lendir í vandræðum með svona samskipti við fjölskylduna, getur verið erfiðleikar? Já, það er bara mjög góð samskipti innan stórfjölskylduna hjá mér í dag, Til hamingju með það? Já. Og lífið snýst bara að heiðra og foreldra sína, sjálfa sig. Og eins og ég sagði, pabbi og mamma afi og amma stofnuðu RÍN 1944.
Ég að fara að hljóðrita núna í nóvember dægurlag. Já. Ég gerði það fyrir 4 árum síðan og það var 46 mínútur langt dægurlag. 46 mínútur? 46 mínútur, ég breyti dægurlaginu. Kom mér í The Beatles and the Stones og það var náttúrulega snilling til þess að komast inn í þessar hljómsveitir og það eitthvað sem ég á eftir að klára og það eitthvað sem ég er búin að vera að skoða mikið vegna þess að sko ég er búin að fletta því upp að til dæmis Madonna á einhvern 40-50 árum er búin að egna 60 milljarða og ég vil líka og íslenski söngvarar og tónlistamenn vil líka sko við þurfum að fá rétt production og distribution og retail selling og þetta svo mikil peningar í þessu Madonna á 6 sinnum meira heldur en öll þjóðin gati í útrásinni miklu og finnst ég að koma inn á það alltaf að biðja Íslensk verslunarlíf ásökunar á orðum mínum í byltinguna þegar ég sagði að þetta hirta á bara hana á Austurvelli en ég tek það tilbaka. Já, og þetta ekki hlindur líkamlegum refsingum fyrir ógráða? Nei, og ekki bara líkamlega ofbeldi, það vil ég ekki. Ég með nokkra lífsreglur. Sko, er það lifrétt, er það griðrétt, er það friðrétt, er það réttlætisrétt, er það sanngjarnt, sanngjarnt rétt, er það sanngirnir, er það frelsisrétt og er það lögrétt. Og eftir þessum 7 meðhundtökum og lögum, sko, þá er ég byrjar að lifa. En segðu mér eitt, Einar, því að þú fyrir einhverju síðan best að stinga upp á því að ég taki við viðtal. Já. Af hverju er það? Viltu verða svona heyrður og séður meira? Já. Sko, gamli dagskrárgerðarmaðurinn minn hann bara kallar á útvarpsviðtal. Ég sko, ég er búin að vera að hlusta á útvarpið síðustu árin og það kemur stundum að sko, ég heyri alveg hvað í öðrum dagskrármaðurinn sem dagskrármaður sjálfur og veit að stundum er verið að tala um mig og heyri það alveg. En það hefur vantað upp að ég mæti sjálfur í viðtölum. Það hefur verið... Ég meina að þú sé verið að tala um því, hvernig þá? Bara, ég heyri alveg, greina alveg hvað er mitt og hvað er annarra, skilurðu. Ég veit mununa á rétt og röngu og sannleik og sannlíi og... Þetta er yfirleitt dæmi sem er eiginlega oftast tekið í sambandi við skitsofreníu. Að sá sem er með skitsofreníu og að hlusta útvarpið, hann upplifir það sem persónuleg skilaboð til sín á meðan við heyrum bara einhverja almenna dagskrá. Nei, það er ekki þannig, sko. Er það ekki þannig? Það er rétt hjá mér, sko. Þetta er alltaf, þú kannast við þetta, ég meina þannig að oft verður tekið sem dæmi. Það er ekki þannig í dag. Skilur, ég veit í dag ég er búin að fá vitið mitt aftur til þess að vita og halda þið, skilur, ekki láta stela þið fram mér að ræna eða berja úr mér og nauðga eða einhvers og sko ég þagði nú ansi lengi sko en sko ég veit núna hvað er mitt og hvað ég þarf að svara fyrir sjálfur. Ég eins og bara allir aðri menn þarf að svara fyrir mig sjálfur og orð fyrir mig sjálfur. Þess vegna er ég nú komin hérna. Já, ég er bara forvitinn að því að þú lýsir þessu þegar þú ert að hlusta útvarpið að upplifir svona sem verið að tala um þig sem að ég upplifi ekki og að sjálf að vera að tala um mig í útvarpinu. Þannig ég er bara að reyna að skilja hvort það sé hverju munur á okkur. Ég heyri eftir því og ég heyri líka eftir í söngvurum og tónlistamönnum sko þegar að segja Einar, skilur. Það er sko, ég er að heiðra föður minn og móður, Ingólfur Arnarsson og Hallveig Fróðadóttur og ég er með í listum, kúltúr og menningu iðnaðarins, atvinnumanna, er ég með esjaleika í framtíðinni. Ég er að skrifa Edda kvíða eins og Snorri Sturluson og Hómer og Virgill og er með goð og gyðir hann upp á fjall og er að svara Ólympíusarfjallinu og þeim goðum og gyðina, skilur og þessi leikar eru í listum, kúltúr og menningu. Ég heyri það hjá þeim að þau eru mjög þakklátt fyrir það vegna sem við hefum aldrei átt svoleiðis áður. Og þetta er eitthvað sem ég ætla bara að skilja eftir mig, þú veist, í samfélaginu þegar að ég mun andast með ósagnum hætti og láta lífi og deyja og kveðja. Það er mikilvægt í lífinu að hitta eitthvað sem eru svona einhvern veginn svona, ég segi ekki andlegi tvíburar, en svona eitthvað sem maður tengir við og svona. Hefur þú fundið eitthvað svoleiðis í lífinu, eitthvað svona sem að deilir hugmyndu þínum og hugsunum? Sem áttu auðvelt með að tala um og tjáði við? Já. Ég á alveg mína trúnaða vini, sko. Og sko, ég þurfti að
taka mig algjör endurskoðan sko. Bara rannsaka mig og kanna mig að innan. Það er til hérna dægulega sem segir sko word don't come easy en hérna orð kom ekki auðvitað en það gerir það hjá mér í dag. En það gerði það ekkert sko hjá Baldum og Femmi. Er það meina Supremes, you can't hurry love, you just have to wait? Nei, the words don't come easy, þetta er 8. áratugnum. Og hérna, sko, það sem að ég er að pæla í með sönglistina að ég ætla að klára The Beatles og okkur 3 og okkur 3 í Rolling Stones og ég er búin að opna hana hlið og dyr fyrir íslenskan sönglistæðina og ég ætla að gera hljóðrita með þeim skiluru og sjá hvort að ég get ekki náð í þessa gjaldhæðir og svo vill ég sko hjálpa öðrum að komast til eins sama. Ég er bara orðin heimsfrægur með heimsfrægum skilur og ég er líka þjóðfrægur og allt það skilur. En er það eftir svona verðt að vera frægur? Það fer eftir frægðin yfir ekki bara. En þú veist, það er það er svo marga skilgreiningar á fræðu sko. En segðu mér eitt því að við hittust oft þegar ég er að labba heim. Já. Og þú skerði því svolítið úr og með svona sérstakt útlit og svona. Ég er með hennar allskeik og ég get alveg lýst því að maður er að labba og það er bara svona venjulegt fólk svona, svo kemur þú og stendur út úr. Hvernig sérð þú það svona þegar við erum á Hverfisgötunni, þú sérð mann hafið labbað framjá sem allir eru svona, það eru fáir sem að skera sig jafn mikið úr þú. Hvernig sérðu svona líf venjulegs fólks? Það er náttúrulega þessi greiðhelga og friðhelga vita sig og vita að maður getur svara fyrir sig og hvað er manns og hvað er manns ekki og svara sko eða hlusta ekki á ákveðna raddir og eitthvað svona sko. Það sem að fólk er að segja þegar maður veit sjálfan réttan sko, þá getur maður náttúrulega haldið áfram að svara fyrir sig. En það er þetta heimilisöryggi og það er mæðsúðstofnun og það er næsta stofnun sem er skóli og vinna. Og ég var sko þegar ég var 1994 er ég á Kleppi sem vistmaður en ég fer í gumlu verkamannavinnunum minna í Kirkjugarði Reykjavíkur og ég var bara ekki með lengur þrekið. Ég er búin að vera að vinna í fiski, á sjónum, hellulögnum í garðyrkju og svona múrverki líka og svona erfiðum verkamannavinnum og ég ætlaði að fara í garðyrkjuna frá 8 til 16 og það gekk ekki upp, þá fór ég frá 8 til 12 svo endaði með því að ég bara gat ekki meira. Þannig að þú ert óvinnufær? Ég var orðin líkamlega óvinnufær. En ertu það núna að þú ert óvinnufær eða ekki? Þú ert oft blankur þegar ég hitti þig? Þú ert oft blankur þegar ég hitti þig? Já. Eins og fólk er? Já. Það sko ég er búin að reikna það til að svona lífeyrisþegar þurfa að fá 600.000 á mánuði og það þú ert svona blankur svona 18. og 20. hvers mánuður? Já, hvenær sem það verður skilur en sko þetta er ekki mikið úr að spila og vinnan sem ég er að starfa í dag sem söngvar og tónlistarmaður að hún er allt öðru seldur en verkamannavinna. Það bara sko aðri kraftar innan líkamans sem þarf að nota sko. Hvernig sérðu svona framtíðina? Ég er bara mjög björt. Bjartsýnn? Já. Mjög björt? Þú er búin að finna sjálfa þig, finna vitið eftir? Já. Það lóksir sko. Ég veit í dag hvað var þegar ég byrjaði. Og hvað var það? Ég vissi ekki hvað það var sko það var bæði, ég vil meina að ég hafa kannski verið heilabilaður en það var allan að minnið. Ég myndi það ekki. En ég er búin að vera alveg að rifja upp fyrir mér og horfast í augu í fortímina skiluru. Gera upp það sem ég þurfti að gera upp og loka þeim dyrum sem ég vil ekki fara inn aftur og opna aðrar og hlið til framtíðar sem ég er að fara. Og þeir eru allir á 82 ára aldrei en þessu kallar að koma eiginlega bara í föðurstað og ég verða að láta það ganga fyrir og sko í Bandaríkjunum er búin að vera að vinna í 1 ár með Joe Biden og Kamala Harris og þau vilja byggja gríður og friðarhverfi með mér og ég er búin að vera að
að lögrétta og löglega og hanna þetta griður og friðarhverfi. Og ég er búin að kollvarpa stjórnmálinu og það á að vera þingin í öllu hverfinu. Og það á að vera ráðhús líka, skilur. Ég er að færa lýðræði og íbúðalýðræði nær fólkinu. Og það á að geta... En ertu að því eða viltu gera það? Ég er að fara að gera það. Og þetta er sko Donald Trump og þú veist, bæði lýðveldis og lýðræðisflokkurinn í Ameríku, þau vilja kaupa þessar hugmyndir, skilur. Formenn og varaformenn beggja flokka og stjórnir ráður og nefndir. Og hvernig er því samskipti við þau? Ég er að bréfleis í bréfaskriftum með þeim og hann er að bíða eftir bréfi hjá mér sem ég er að rita og það eru 35 dagar þangað hann fyrir út á Hvítahúsinu og þetta er bara mjög einstakt, það er ekkert allir sem geta þetta og þarna ætla ég bara að hérna bara ná þessu. Já. Hörðu Einar, bara gangið vel með það. Takk og hérna svo haldum við bara spjallinu áfram þegar við hittust og þegar ég er á leiðinni heim einn daginn. Já, kannski kem ég aftur. Okay. Já, þetta eru lokin á Rauða borðinu í kvöld. Ég þakka Einari Sigurði og öllum gestum okkar sem hafa hingað komið og Sigurjóni Magnús Egilssyni fyrir að taka hér viðtöl og Oddnýju Eir Ævarsdóttur sömuleiðis. Þakka Pétri Fjellsteð og Laufi Ólafsdóttur fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakka ég líka sérstaklega áhorfendagóður og hlustendur fyrir að breyta þessu spjalli okkar í fjölmiðlum. Ég minni ofta á það að þið getur hjálpað okkur við að byggja upp samstöðina dreifikerfið með því að segja vinum og vandaminu frá efni sem þið sjáið hér og heyrið sem ykkur finnst áhugavert. Bent á að það má finna það efni á Facebook, á YouTube, öllum hlaðarsveitum, í útvarpinu, á FM 89,1 á Stórhöfuðborgarsvæðinu en það má líka sækja þar útsendingar á spilaran. Spilarinn.is er á netinu og svo er spilarinn líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á samstöðuna og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtækið Síman. Þar eru númer 5 á fjarstýringunni. Kannski, ef þú vill, veit ekki, munu önnur fjarskiptafyrirtæki sjá eitthvað hagið því að bjóða sínum viðskiptavinum líka upp á efni frá samstöðinni sem er 24 tíma á sólarhring, 7 daga vikunar, allan ásins hring, samfélagsumræða við þetta Rauða borð og í öðrum þáttum samstöðurinnar. Samstöðin hefur verið byggð upp af stuðningi af hluta af áhorfendum og áheyrendum sem að hafa lagt okkur lið með því að gerast áskrifendur, það kostar 2.500 krónur á mánuði og með því að fá þær greiðslur frá mörgum hefur okkur tekist hægt og bítandi að styrkja og efla samstöðuna og auðvitað viljum við fara lengra. Það er margt sem við getum gert betur og meira og fjölbreytilegra og alls konar ráðagerði sem við höfum en við bíðum þolinmóð og róleg eftir því að fleiri bætist í hópinn og gerist áskrifendur. Ef þú flýta þessari þróun þá ættirðu kannski að gerast áskrifandi strax í dag. Þú gerir það með því að fara inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástendur áskrift, það getur skráðið fyrir 2.500 krónum, þú mátt borga meira þú vilt og þið sem að kjósið, þið getur látið áskriftina að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þannig að þú ert kannski fyrir löngu búin að áttaða á því að samstöðin er mikilvægt fyrirbrigði í íslensku samfélagi og henni verður ekki haldið uppi nema með samtakamætti almennings en þá ættur kannski að kýla á það og gerast áskrifandi núna. En þetta er nóg í bili, Rauða borð verður í aftur annað kvöld klukkan 8 en þangað til segi ég góða nótt. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.